Það þessi árlegi aðventu upplestur hjá okkur sem að hefur farið fram síðustu ár annan sunnudag í aðventu og byrjuðum með hann þriðja sunnudag í aðventu en svona auki staðsóknin þegar farið maður niður og annan í aðventu og á sama tíma verið að lesa söguna í Gunnarshúsi í Reykjavík á Dyngjuvegi 8. Þar það Salka Guðmundsdóttir, leikkona og leikskáld sem les og Gunnar Björn Gunnarsson, barnabarn skáldsins og stjórnarformaður hérna hjá mér. Hann að lesa núna líka og að byrja núna á bókasafni Akraness og eflaust fleiri staðir þar sem við verðum að lesa hann í dag. En það þessi hefð að lesa aðventu uppátt í desember að hún svona hefur smátt og smátt verið að breiða úr sér og nægir líka til annarra landa. Þannig að í Berlín alltaf lesið í húsi sendiráðanna, Norðurlanda sendiráðanna í Felleshús og sömuleiðis hefur svona komið upp, það verið lesið í Oslo, stundum í Kaupmannahöfn, Moskvu og víðar. En við erum komin góða lesari hér í dag og greinilegt að rödd hennar hefur trekt eitthvað að, en það kannski rödd sem flestum að góðu kunn. En Vera Illuvadóttir að hún féllst á það að koma og lesa aðventu í þetta sinn hér á Skriðuklaustri og ég get að fagna henni svona fyrst. Það svo sjaldan sem við höfum tækifæri til að klappa fyrir henni. En síðan þetta náttúrulega líka hérna í streymi hjá okkur, þannig að það eflaust einhverjir úti á hinum enda fjarheimanna sem með okkur hér í dag líka. En þetta verður svona með þessu svipaða sniði og við höfum verið. Vera svona tekur velur sér pásurnar, það verður kannski svona 2-3 pásur til þess að standa upp og aðeins að liðka sig. Man geta þá skokkað niður og ná sér í kaffibolla og eitthvað slíkt. Síðan ætla ég vekja athygli ykkar á að það mjög skemmtileg sýning sem að pólsk listakona með hérna niður í galleríinu. Mjög skemmtileg að kíkja á hana á eftir þá líka. Og síðan við gerum svona ráð fyrir þetta tekur yfirleitt svona 2,5 tíma. Það enginn nema Þorleifur Hauksson sem náði að fara undir 2 tíma. En hérna, ég ekki að hvetja til hraðalestra. En þannig að svona 4 leitið þá verðum við væntanlega búin hér og þá held ég að séu ýmsar, þá jólahlaðborð á kökum niður í Elísabetu fyrir þá sem voru ekki bara búin að fá nóg í hádeginu. En ég held að það sé ekki eftir neina að bíða þó að það sé sunnan átt núna og ekki mikil kólgu og skýjabakkar eins og hjá honum Benedikt þegar hann leggur á staða. Þá held ég að við fórum að halda af stað í þetta ferðalag en eina ferðina. Gjörðu svo vel með það. Takk. Ég náttúrulega engin leikari, ég svona vanar að lesa fræðibækur upphátt en ég reyna að koma þessu skikkanlega frá mér allavega. Þegar hátíð fer í hönd búa menn sig undir hana hver á sína vísu. Það getur gerst á margan máta. Benedikt hafði sinn hátt á því sem öðru. Hann var sá að í byrjun jólaföstu, helst á sjálfan aðventusunnudag ef veður leyfði, lagði hann upp með ríflegt nesti, sokkaplögg til skiptana, 2 eða 3 nýgerða leðurskó, prímus, olíubrúsa og glasa vínanda í mal sínum, ferðinni heitið á fjarlægar fjallaslóðir, þar sem þetta leyti árs var ekki annað kveikt á ferli en harðgerðir ránfuglar, refir og einstöku eftirlegukindur sem leitarmönnum hafði sést yfir í síðustu göngu og nú ráfuðu milli snapanna í reiðileysi. Það voru þessar flökkukindur sem hann var á höttunum eftir. Þær skyldu ógjarna krókna eða hórfalla á heiðum uppi af þeirri einni ástæðu að enginn nennti eða treysti sér til að leita þeirra og bjarga þeim til byggða. Einnig þetta voru lífverur, skepnur gæddar holdi og blóði og það hafði æxlast svo að hann bar eins konar ábyrgð á þeim. Það sem fyrir honum vakti var einfaldlega að finna þær
og koma þeim heilu og höldnu undir þak áður en hátíðin mikla færðist yfir frónið kalda og kringlu heims og fyllti friði og velþóknun hugi þeirra manna sem hafa ekki legið á liði sínu en lagt sig alla fram. Á þessum aðventugöngum sínum var Benedikt ávallt einn síns liðs. Eða hvað? Mannafylgd hafði hann að minnstakosti enga, en í för með honum var þó alla jafna hundurinn hans og oftar en hitt einnig forystusauðurinn. Þegar þessi saga gerðist hét hundurinn Leó og var að því Benedikt sagði mesti myndarpáfi. Sauðurinn hafði sökum harðfengi sinnar hlotið nafnið Eitill. Þessir þrír höfðu árabil verið óaðskiljanlegir þegar var að ræða leiðangra af sínu tagi og þekktu nú orðið hver annan út í æsar með þeim djúprætta kunnugleik sem líklega tekst aðeins milli fjarskildra dýrategunda, þar sem engin skuggi af eigin sjálfsveru, eigin blóði, eigin óskum eða fýsnum villir né veldur myrkun. Raunar voru félagarnir 4 að tölu, en gæðingurinn Faxi var of leggjagrannur og skrokkþungur til að vaða lausamjöllina, sem engum framan af vetri hættir til að hlaðast í skafla og auk þess naumast færum að standast vos og erfiði dögum saman við þann skornaskamt sem hinir 3 gátu komist af með. Benedikt og Leó höfðu skilist við hann með sorg og söknuði þótt varla væri meira en viku að ræða. Eitill tók hlutskiptist af því tagi sem öðru með meira jafnaðargeði. Þarna var nú þessi þrenning á ferli fannhvítan vetrardaginn, fremstur Leó með tungubrotin lafandi listilega út úr hægra kjaftvikinu þrátt fyrir nepjuna, næstur honum Eitill, hóglindur að vanda, aftastur Benedikt með skíðin í eftirdragi. Snjólagið hér í byggðum niðri var of létt og laust í sér til að bera upp í skíðamann, hann átti ekki annars úrkosti en að vaða mjöllina. Annað veifið hnautan yfir þúfur eða steina, úff og svei, þælingsófærða tarna, eina huggunin að það hefði getað verið verra. Leó hafði mörgu að sinna svo sem hunda háttur, lék á alls oddi. Aðra stundina réð hann sér ekki fyrir kæti, gat ekki að sér gert að gefa gleði sinni lausan tauminn, tók undir sig stökk svo mjöllin þyrlaðist hann og framan í Benedikt, flaðraði upp hann, heimtaði hrós og gælur. Já, þú ert mesti myndarpáfi, fullvissaði Benedikt hann lofsamlegri orð átti hann ekki til í eigu sinni. Þeir voru lagðir á stað fyrsta spölinn inn að botni, bænum þar sem byggðina þrítur og fjöllin taka við, höfðu daginn framundan og fóru sér að engu ótt, röktu tróðningarna bæja í milli, stöldruðu við, heilsuðu upp á fólk og hunda, en Benedikt afþakkaði með virtum kaffibolla, ekki núna, vildi ógjarna verða of seint fyrir, en þá í staðinn mjólkursopa og þeir allir 3. Æ ofan í æ varð Benedikt að svara spurningum veðurútlitið. Fólk spurði bara, varaðist hnýsni og hrakspár, en hverju meinum frjálst að spyrja. Fyrir kom að menn bættu við eftir á að hvað ég vildi sagt hafa, Leó áreiðanlega ratvís, það bót í máli, þótt aldrei nema skyggi og skelli á bylur. Menn sögðu þetta í gamni og lyftu vart sjónum frá jörðu, voru síður en svo að glápa á skýjafarið, þrútið og þungbúið. Það mætti segja mér að hann rataði, rakkinn sáarna. Ratvísir erum við allir 3, lét Benedikt sér munn fara léttur í svörum og lauk úr mjólkurskálinni, ástarþakkir. Að þér og Eitli ólöstuðum myndi ég nú treysta Leó best, sagði bóndi og skrapp sem snöggvast inn, sótti góðbita handa Seppa að glefsa í. Benedikt gat þess ekki að Leó væri mesti myndarpáfi en kinkaði til hans kolli, hann skyldi hafa sína hendisemi. Eitli var hyglað húfufylli af ilmandi töðu, að svo búnu kvaddi Benedikt og þrenningin hélt leiðar sinnar. Farið til kirkju daginn hafði Benedikt ekki, til þess vannst ekki tími. Ætti hann að ná í náttstað í nokkurn veginn tæka tíð og geta fengið fulla hvíld áður en lagt yrði af stað eldsnemma og óra veg sem beið hans að morgni, varð að taka daginn tímanlega. Að hann fór sér hægt og rólega fyrsta daginn var einkum vegna Eitils, ekki þar fyrir
Eitill var ótrauður og bar nafn sitt með rentu hvað sem á gekk. Því meiri nauðsyn bar til að láta hann ekki ofreina sig í upphafi langferðar. Benedikt átti því óhægt vik að taka á sig krókinn til kirkjunnar. Enda er þetta ról hans á aðventusunnudaginn eftir sveitinni á við kirkjugöngu. Þar á ofan hafði hann áður en hann lagði af stað tylt sér á rúmbríkina og litið yfir texta dagsins, Matteus 21 innreið Jesú í Jerúsalem. En klukknahljóminn, sálmasönginn í litlu torfkirkjunni og hina einföldu túlkun gamla prestsins á guðspjallinu varð hann að gera sér í hugarlund, enda engin frágangssögn. Hérna var hann nú á gangi í snjó, hvítt til allra átta svo langt sem augað eygði, grámullulegur vetrarhiminn hið efra, ísinn á stöðuvatninu miðsveitis hélaður eða þakinn léttu snjólagi. Það voru aðeins lágu eldgígarnir gægðust upp úr því hér og þar sem drógu af stakri snilld fáeina svarta hringi misstóra, eins konar táknmyndir í takmarkalausri snjóiðninni. Væri dulspá að ræða. Hvað boðaði hún? Ráðningin myndi vandfundin. Hver veit nema þessir gígmunnar segðu eitthvað í þessa átt. Látum allt fenna og frjósa, látum vatn og steinefni storkna, loftið kólna og sáldrast niður í hvítum hnoðrum breiðast yfir foldina sem brúðarlín, að ekki sé sagt náblæja, látum andardráttinn verða að ísi í vitum þér, vonina í brjóstið þér, blóðið í æðum þér, undir niðri lifir eldur falinn. Vel mætti vera að þeir segðu eitthvað því líkt. En var þá ráðning gátunnar fundin? Enda vel til að þeir segðu eitthvað allt annað. Að þessum dökku hringum undanteknum var að minnstakosti allt hvítt eða grómgrátt, einkum stöðuvatnið, glithvítur flötur, hrufulaus eins og dansgólf milli gígana. Hverjum var það að bjóða að fá sér snúning? Og sem hún væri alin af þessari ofurbirtu með hinum dökku baugum gígana og einstöku hraundrangi gnæfði líkastur nátttrölli upp úr auðninni hér og þar, var yfir fjallasveitinni þennan sunnudag sérstök hátíð, hneit manni við hjarta, ómælanleg hvít helgi umlukti þráðbeinan hvíldardagsreik strókana stigu upp af hinum dreifuðu bílum, láreistum eða fentum að hálfu í kaf, kyrrð með öllu óskiljanleg og þunguð fyrirheitum. Aðventa. Aðventa. Benedikt tók sér orðið í munn af stakri varfærni, þetta mikla hljóðláta orð, furðulega annarlegt og þó leið innfjált, sennilega það orð snartan dýpra en öll önnur. Hverju það bjó yfir var honum að vísu alls ekki ljóst, nema að það fól í sér að einhvers væri vant, en eftirvænting á næsta leyti, undirbúningur einhvers betra, það fór ekki milli mála. Eftir því sem árin ferðust yfir hann, var sem allt hans líf væri orðið ein aðventa. Því hvað var líf hans rétt á litið, hvað var líf mannsins á jörðinni, ef ekki ófullkomin þjónusta sem helgaðist að bið eftir einhverju betra, eftirvænting, undirbúningi, þeirri ákvörðun að láta gott af sér leiða. Þá voru þeir komnir að einum bænum enn, þar sem rúmhelgin tók á móti þeim af venjulegri innansveitar alúð, en kaffi, ástarþakkir, ekki núna, þeim lá sem sé ofurlítið á, daginn var tekið að stytta, en það var sam og þegið. Bóndi gáði til veðurs og dró ekki dul á það, leist sannarsagna ekki sem best á útlitið. En veðrinu varð maður að taka eins og Guð gefur það, eða svo var skoðun Benedikts. Bóndi vildi þá fyrir sitt leyti óska þess að hann skylli á áður náttaði. Slíkt hjal var Benedikt síður en svo að skapi. Þú segir það, hnusaði í honum, jæja, vertu blessaður og sæll. Er nokkurt gagn í þessum förunautum þínum, spurði bóndi, og þótti miður að sjá á bak manni sem hann kannski sæi í síðasta sinn, leist bölvanlega á þetta ferðaslangur hans, hafði haft erfiðar draumfarir, fann á sér að frá þessum þremur stafaði raunablæ. Það beið þeirra eitthvað andstætt framundan á næstunni, ef ekki annað verra. Er sauðurinn þér ekki eingöngu til trafala?
Getur þú treyst á þá, hann og kuttan? Það hefði ég haldið, ansaði Benedikt. Við höfum komist í hann krappan áður, allir þrír. Þannig má enginn tala á örlagastund að storka sjálfum höfuðskepnunum oflátungsháttur og kann að hefna sín. Bónda varð orðfall og láðist að hefta för þeirra. Þannig arkaði þrenningin leiðar sinnar, eftir varð efablandinn maður, harð óánægður með þá og sjálfan sig og alla hluti á himni og jörðu. Tuði tölu sína og sá þá fjarlægast. Fólk af þessu tagi var honum ráðgáta, að leggja jafnvel líftóruna í sölurnar til þess eins að bjarga fáinum flökkurollum sinni úr hverri áttinni. Sjálfur á Benedikt aðeins fáar kindur og vantar enga. Benedikt fyrir sína parta var jafn óglöggur á hinn forsjála bónda, en hvað sem því leið hélt þrenningin í áttina. Dagurinn var með ágætum, engum skyldi takast að spilla honum, fyrirtaks ferðadagur og með eindæmum hátíðlegur. Það var á þessum degi fyrir árum og öldum að Jesús Kristur hélt innreið sína í Jerúsalemborg. Væri vitneskjan það manni efst í huga, var engin vandi að finna fyrir því. Dagurinn hafði varðveitt svip af því úr forneskju framan. Benedikt stóð atburðurinn ljós lifandi fyrir hugskotssjónum, Guðsson reið inn í hina dýrðlegu sólglitrandi borg. Benedikt hafði séð mynd af henni í Nýja testamentinu með múrum hennar og skrauthísum og Jesúm ríðandi á asna sínum. Greinar þær sem fólkið skar af trjánum og kastaði fyrir fætur asnanum og í lögun líkastar frostrósum á rúðum, en Benedikt vissi að þær voru ekki hvítar, þær voru grænar með sjálfa sólorkuna geymda í hálum gljáandi blöðum. Og í samri svipan ómuðu orð ritningarinnar að heita mátti heyranleg utan úr geimnum, eins og bylgjur ljósvakans hefði geymt þau og ekki þyrfti annað en leggja við hlustir. Sjá, konungur þinn kemur til þín, hóvær og ríðandi á ösnufóla, afkvæmi áburðargrips. Hóvær vitanlega, Benedikt skildi það út í æsar, hvernig gat Guðssonur verið annað, og ríðandi á fólaldi áburðargrips, því ekkert lifandi né dautt of lítilmótlegt til þjónustunnar, svo aumur enginn að hann helgist ekki af þjónustunni, eða mikill, jafnvel sjálfur sonur Guðs, aðeins af þjónustunni. Og Benedikt finnst í sömu svipan að hann kannist við þennan litla asnafóla og viti gerla hversu honum og hvernig Guðsyni hafi verið innanbrjósts á þeirri heilugu stund. Og leið sá hann glögglega fyrir sér fólkið breiða sparifutt sín á veginn og aðra heyrði hann spyrja, hver hann þessi? Já, svo sannarlega, hver hann þessi? Því að þeir þekktu ekki Guðs heilagan son. Hefði þeim þó verið ætlandi að bera kennsl á hann, yfir dýpt einfaldleikans á ásjónu hans ljómaði bros sem aðeins brá á angurværum skugga vegna þess að þeir vissu ekki betur, að augu þeirra skyldu vera svo glíuð, spegill hjartna þeirra svo döggvaður. Og þetta dapurlega bros leið fyrir hugsjónir Benedikts hitnaði honum í hamsi, hversu blindir þeir hlytu að hafa verið að standa augliti til auglitis við frelsarann og kannast ekki við hann. Hann sjálfur myndi hafa þekkt hann á augabragði, það var Benedikt ekki í neinum vafa. Tafarlaust myndi hann hafa gengið honum á hönd og hjálpað honum að reka hrakmennin og svika hrappana út úr helgidómnum og velta koll borðum víxlaranna og dúfnamangarana. Við þá tilhugsun losar Benedikt skinnhúfuna, þurrkar sér ennið. Það var ekki gangan sem hleypti út á honum svitanum, það voru hinnar herskáu hugsanir og þáttaka hans í hreinsun musterisins. Hann maður með eindæmum friðsamur að eðlisfari. Það hefur aldrei hvarflað að honum, að minnstakosti ekki síðan hann komst til vits og ára, að beita aðra menn ofbeldi af neinu tagi. En orð frelsarans, hús mitt á að vera bænahús, en þið gerið það ræningja bæli, vöktu með honum ákafa andúð og gremju. Að hugsa sér ef bannsettur braskarinn í víkinni tæki sér til og setti upp útibú í gömlu torfkirkjunni þeirra, þá hlyti friðurinn að vera úti. Og með þessi orð frelsarans fyrir eyrum sér fann hann sig reiðubúinn til hvers sem vera skyldi undir forystu himnaherrans.
dúfnamangarar ó ekki, braskarar yfirleitt, hann ætti svo sem að kannast við þá. Best að hugsa sem allra minnst þá. Og aftur þurrkaði hann sér ennið, þeir kaupahéðnar sem hann þekkti af raun, þóttir væru viðsjálir og víxlborin ófá, kæmi vonandi aldrei til þess að hann þyrfti að beita þá hnúum og hnefum. Óljúfari tilhugsun gat hann vart ímyndað sér. Þarna arkaði Benedikt sem sagt leiðar sinnar, unaðsemdir og erfiðleikar sóttu til skiptis á í huga hans, á meðan grá dagskíman smám saman sortnaði í kringum hann og fullt tungl kviknaði að baki skýjarhroðans sem örsjaldan opnaði rifum svo að blik af því bar við bleikan kvöldhiminn. Háar hugmyndir sjálfan sig gerði Benedikt sér ekki. Hvernig hefði hann líka átt að gera það? Til að sjá var hann, nú dagurinn sem óðast fjaraði út, aðeins óskýr skuggi á flökti foldina og vafasamt hvort hugmyndir hans sjálfan sig voru ekki jafnvel ennþá ógreinilegri og máðari. Hann var vinnumaður á bóndabæ og hafði verið frá unga aldri. Það var allt og sumt. Eða ef nánar var aðgætt, vinnumaður mestan hluta ársins, annars hálfgildings húsmaður. Það var í einu og öllu eitthvað hálfgildings og lítilmótlegt við hann. Hálfgóður, hálfslæmur, að hálfu maður, að hálfu skepna. Þannig var það og ekki öðruvísi, ef satt skyldi segja. Á sumrin vann hann fyrir kaupi hjá bónda en var ársmaður í aðra röndina, því á veturna hirti hann fé á beitarhúsum gegn fæði og einhverju af fataplökkum. Aðeins stuttan tíma vor og haust, þar á meðal þá daga sem fóru í fjallaferðir hans á jólaföstunni, var hann algjörlega sinn eigin húsbóndi. Í ofanálag átti hann reyndar útihús, fjárhús, hesthús og hlöðu undir heyið sem hann sló á leiguengjum á sunnudögum eldsnemma og eftir messu. Allt á litið var hann þannig í góðu gengi, enda bara óbreyttur alþýðumaður og annarra hjú og einskis annars væntir hann né kærir sig að verða, ekki einu sinni í himnaríki, ekki núorðið. Þeir tímar eru garðgengnir. Þeir dagar og nætur hann átti sér drauma hamingju og hólífi þessa heims og annars, garðgengnir og Guði sé lof. Aldrei nema þá hafði honum fundist hann vera ófrjáls. Þegar frá leið hafði honum virst hann nokkru nær því að vera maður. Víst var hann orðinn maður, það yrði ekki af honum skafið, nema ef vera skildi að einnig það væri fordild og öfugsnúið yfirlæti. Hvað sem því leið var nú maður kominn á efra aldur, 54 ára, svo það var ósennilegt að hann rataði á fleiri refilstigu hér eftir. 54 ára og það var í 27. skiptið að hann lagði upp í slíka ferð. Hann veit það upp á sína 10 fingur, hefur fylgst með tölunni ár frá ári, 27. skiptið. 27 ára gamall hóf hann þessar göngur sínar, 27 sinnum hefur hann arkað hér bæ frá bæ og sveitar enda, oftast nær á sjálfan aðventu sunnudaginn eins og í dag. Ó já, tíminn líður. 27 ár. Svo djúpt var á draumunum þeim, sem enginn vissi nema hann og Guð almáttugur, og öræfin, sem hann háróma hafði trúað fyrir þeim í sálarangis sinni. Þegar á fyrstu göngunni hafði hann skilið þá eftir þarna uppi milli fjallana. Þar voru þeir tryggilega geymdir. Eða skjöplaðist honum það? Voru þeir á sveimi í fásinni öræfana eins og útlægir andar, vofur sem lifa sínu flöktandi og afskræmda lífi í snjóauðn og veðruðu grjóti. Voru það þeir sem hann var á höttunum eftir á hverjum einasta vetri? Hvort þeir væri ekki ennorðnir örmagna? Hvort urðin hefði gleypt á? Ó nei, óra af því tagi voru honum alls fjarri að ala með sér, svo var sem betur fór ekki ástatt hann. Nú nálguðust þeir sem óðast næturstað og héldu móðir á brattan, skásnitu upp brekkuna lágu upp að hlaðinu í botni, Benedikt, Eitill og Leó. Bæjarhúsin hafa haslað sér völl á víðáttu miklu þrepi með heiðarbrekkur í hálfhring að baki, spölkorn hærra en undirlendið framundan sem kom sér einkar vel, sérstaklega þegar sólin tók völdin á vorin, enda skjólgott í sveifinni.
Benedikt var þreyttur öndum en aðeins einu sinni. Var kominn að leiðarlokum þennan daginn, sneri sér við, leit yfir farinn veg. Hann hefur tekið annað hornið á eitli, ylurinn niðri við rótina áberandi, við hina hliðans stendur Leó og dinglar rófunni. Þetta var hátíðleg stund, þrenningin kastaði mæðinni. Ekki svo að skilja að Benedikt fyndi himnana opnast yfir höfði sér, en ofurlítillar glufu gætti, hann stóð ekki uppi einmana á jarðríki, var ekki með öllu yfirgefin, ekki með öllu. Þarna stóð þrenningin og Benedikt leiddi umhverfið augum og átti þarna heima. Svalt rökkur seig yfir fjallasveitina dagurinn fjaraði út og tungsljósið gerði hólega vart við sig að baki skýja sem voru eins og klökuð fjöll á reki. Klökuð fjöll, fullt eins og raunveruleg ásýndum og fölnandi fjallalengjurnar úti við sjóndeildarbauginn, fanngráar og vart greinanlegar. Sveitin sýndist flatari en ella á slíku kvöldi, vatnið ísilagt og ísinn snæði þakinn, og í miðdepli þessarar einstöku ísveraldar sem var í þann veginn að renna saman við náttmyrkrið sem hluti af hinum rökkvaða aftni, stóð þarna mennskur maður, hálfgildings hjú, hálfgildings húsmaður, stóð þarna ásamt nánustu vinum sínum, sauð og hundi, og þessi veröld hans og þeirra. Hér á hann heima. Á heima sem snar þáttur af hverju því hann fær náð til og skynjað með hendi sín og hugboði. Þessi veröld hans. Fullt meðvitað það honum ekki, en grunnurinn, að ekki sé sagt vissan, leynist innra með honum. Hann sér þess ekki einu sinni meðvitandi að hann hafi staðnæmst og nyti útsýnarinnar, vanur að leggja upp frá botni löngu fyrir dag og vera komin upp á heiði áður en sauðljóst var orðið. Sem hann stóð þarna gætti nokkurs tómleika innra með honum, saknaðar sem hvorki var hægt að ákvarða né útskýra, kynlegrar sogandi heimþrár, en hvort það var af því að hann var að yfirgefa byggðina, eða af því að í hvert skipti hann skildi við hana, yfirþyrmdi hans úr tilhugsun að innan stundar ætti fyrir honum að liggja skilja við hana fyrir fullt og allt. Það vissi Benedikt ekki. Því að maðurinn heimakær og tengdur eignum og umhverfi, sjálfskan eltir hann á röndum út yfir gröf og dauða, kvíðir því að missa lífið. Þetta hið raunverulegasta af öllu raunverulegu. Þetta hið fallvaltasta af öllu fallvöltu, þetta hið óendanlegasta af öllu óendanlegu. Kvíðir því að það gangi sér úr greipum, kvíðir innverunni sem skilyrðið fyrir sjálfsveru hans, sem sjálfsvera hans. Kvíðir því að standa uppi án meðbræðra í kringum sig og ef til vill gleymdur af Guði. Ofurlítil bót í máli að verði allt með felldu, verður hann jarðaður hérna. Auðnast tryggt hæli í heimamoldu til eilífðar nóns. Og hinum megin frá væntir maður þess að hafa í tómstundum útsýni yfir sveitina, annað væri vart hugsanlegt. Og þegar hér komið getur Benedikt ekki að sér gert að hnusa fáeinum snjókornum í meðalagi ánægður, fáeinum villuráfandi flygsum svífa hægt til jarðar, en hafa að áliti hans ekkert hér að gera, algjörlega ofaukið. Hann hefur til þessa ekki viljað við þeim líta. Ánægður með veðurútlitið hann engan veginn. Satt að segja mátti búast við breytingum og ekki til batnaðar. Benedikt þefaði í átt til mánans og jú, það var mugga framundan, ef ekki annað verra. Enda eitill með fádæmum ólundarlegur og sá vissi nú viti sínu. Leó einn hlakkaði af hundslegu áhyggjuleysi, hringaði rófuna, gerði sig heimakominn, naut tilverunar. Það lá við að Benedikt inni í skap að sjá til hans, sá dæmalausa páfagauks. En svo áttaði hann sig, tók vinalega í eyrað á honum, kjáninn. Hins vegar tókst honum ekki að hrista af sér slenið, hvorki himinn né jörð hugnuðust honum sem hann stóð þarna í dvínandi dagsbirtunni og gat ekki lengur sefað sig með því að vaða kafaldið og sækja á brattan. Hann var orðinn of veðurglöggur til að geta með öllu bælt af áboðan í brjósti sér. Hefði hann átt að sitja heima?
Hann fann til þyngdar malpokans, lagði hann frá sér á hestasteinin, sneri sér að bæjardyrunum. En hann þurfti ekki að kveðja dyra, þess myndist hann ekki að hafa þurft í botni, að minnstakosti ekki á aðventusunnudaginn. Bæjardyrahurðin opnaðist og það var Sigríður sem kom út á hlaðið, húsmóðurinn. Sæl og blessuð, sagði Benedikt og höndin á honum köld og beinaber lögst sem snöggvast innivarma fingur hennar. Blessaður og velkomin, ansaði húsfreyja, en skotraði leið sjónum til skýjabólstranna bráðlátu og breytti tón, bætti við í uppgerða gamni. Við vorum nú annars hátt í hvoru farin að vona að þú kæmir ekki. Það ekki því að heilsa, gegndi Benedikt henni, þið ætlið þó vonandi ekki að úthýsa mér. Þetta átti einnig að vera í gamni sagt, en rómurinn kom upp hann, afhjúpaði það sem honum var ætlað að dylja. Til þess að bæta úr því tók hann að skafa snjóinn af fótum sér. Leó hafði notað tækifærið til að heilsa upp á húsmóðurina, minntist annarra gistinátta hér í botni og var nú farin að skeggræða hundafréttir við heimarakkana. Húsfreyja gekk til Eydils og klóraði honum á bak við eyrað. Hann lét sér það linda en tók því fálega og því brosti hún að. Ég minnist þess varla að hafa séð liggja vel á honum eittlið þínum, en svo fúla nú í dag hef ég sjaldan síðan. Benedikt tautaði fyrir munni sér eitthvað sem ekki var greint. Það veðrið? Spurði Sigríður og eitthvað í fasi hennar reið í bága við glaðverð ratarinnar. Benedikt stóð álútur, skóf af sér snjóinn, svaraði fáu til, aðeins seinustu orðin heyranleg. Hann nefnilega einn af stóru spámönnunum. Þess ber hann utan á sér, íþætti konan á bænum. Nei, ekki svo að skilja, andaði Benedikt og tók upp þykkjuna fyrir forystusauðinn. Hann það í reynd, alls ekki í eigin ímyndun, ef það það sem þú áttir við. Í þeim svifum kom Pétur að í hægðum sínum, húsbóndinn, ofurlítið seinni en kona hans eins og venjan var á sunnudaginn fyrstan í aðventu í botni. Og á hæla honum elsti sonurinn Benedikt. Að baki honum gægðist fram hópur af börnum á ýmsum aldri, en var stuggað inn aftur formálalaust, skipað að gera svo vel og halda sér innandyra í öðrum eins næðingi. Benedikt kæmi áður en langt liði. Benedikt heilsaði þeim feðgum með handabandi, leit í augu þeirra leið. Það gerðist með sérstökum hætti, þannig heilsaði hann ekki öðrum mönnum. Sonurinn einkavinur hans, ef til vill sá eini. Hvernig á því gat staðið að hann hét Benedikt vissi enginn. Það nafn var nýtt, bæði í ætt Péturs og Sigríðar. Eigi heldur var það algengt í þessum landshluta. Hér slóðir voru þeir einir það. Þú munt fyrst af öllu vilja koma eitli í húsaskjól, sagði húsbóndinn, stóð við hliðina á sauðnum, aftilegur í bragði, en sauðfróður og nærgætinn, hlýfir honum við að þukla, þótt hann dauðlangi til þess. Og hvernig það, ef ég man rétt, þá þykkur hann hvorki vopni þurrt nema þú framreiðir það eigin hendi. Það nú fullmikið sagt, ansaði Benedikt eitli sínum til afsökunar. En hann kann sig vel af fjórfætlingi að vera, hlédrægur og hefur auðvitað sínar kenjar. Komdu Eitill minn. Húsfreyja var horfin inn í bæinn að sinna matseld og öðru því áhrærði gestkomuna. Út dyrnar lagði ilm af nýsoðnu hangikjöti, kaffi og pönnukökum. Kallmennirnir þrír fóru sér að engu óðslega. Með sauðinn í bandi róluðu þeir í hægðum sínum í átt til fjárhús þess, þar sem gestarúm var búið eitli á ári hverju og séð svo að hann gat haft vatn, jötu og króarrými útaf fyrir sig, án þess að verða fyrir troðningi og þurfa að keppa við dáðminni náunga og njóta þó hæfilegs félagsskapar. Vatnið hafði verið borið inn í tæka tíð til að taka af því kulið, nú var jatan fyllt nýlosaðri grænni töðu. Eitill dýfði snoppunni hæversklega, svalaði þorstanum. Að svo búnu tók hann með gát til matar síns af góðheginu. Pétur leit á hann og af honum á Benedikt. Ykkur finnst veðrið vel fallið til fjallaferða ykkur félagunum? Spurðu Eitill, vék Benedikt sér undan svarinu. Sjálfur hef ég ekki meira en mannsvit. Mannsvit dugir flestum sé aðgætni höfð, árétti bóndi. Hafði sennilega þegar spurt Eitill,
og var ekki í vafa svarið, spurningin því meira til málamynda. Þar með féll það hjal niður. Þeir lokuðu dyrunum vandlega, sáu að ekki gæti fennt inn milli stafs og hurðar, gengu í makindum heimáleið í flöktandi tungsljósi, sem varla var hægt að kalla ljós, var á mörkum þess að mega heita myrkur. Kaldir vindsveipir blöktu með kynlegum hraða og ógnan umhverfist á utan úr dulardimri nóttum. Menn á gangi í myrkri hverfa furðanlega hver öðrum, og þó sú einmannakenndi í fyllstamóta frábrugðin einveru manns á fjöllum uppi. Hérna niðri í byggðinni hún ekki alger. Maður heyrir aðrar raddir en sína eigin, verður áskynja andardráttar í námunda, hinn hyldjúpa tómleik utan úr geimnum og neðan úr grunni grjótsins leggur ekki sem ískulda hársræturnar. Logandi kerti beið þeirra í bæjardyrunum. Ljós sem logar yfir engu nema sjálfum sér næstum því eins og einmana manneskja, efasjúk sál til einskis gagnleg, en breytist átakanlega leið og einhver kemur á vettvang. Þegar mennirnir þrír gengu í bæinn varð ljósið á tólgarkertinu allt annað, hafði fengið starfa stunda, hlutverk að rækja. Benedikt þreif mal sinn af hestasteininum, hengdi hann á uglu í bæjardyrunum, tróðfullur heipoki stóð þar tilbúinn, hallaðist upp að stóð í horni. Benedikt tók upp tuggu, hnusaði af henni, lyfti sekknum lítið eitt, varð að orði. Þið hafið hugsað meira kviðinn á eitli en mitt bogna lúna bak þegar þið tróðuð í hann þennan. Bóndi hló við, í þetta gestinum ekki, tók kertiskarið tveim fingrum leið og þeir gengu hjá. Kertaljósi sýnt lík með því að láta það ekki eyðast til einskis gagns. Þá heldur vekja það á ný til þjónandi lífs ef á þarf að halda. Auk þess hefur það sparnað í för með sér. Kannski taka smá pásu núna? Ég veit ekki hvernig það á að vera. Þeir gengu til baðstofu og hittu þar fyrir konuna og barnahópinn. Fyrir þann Benedikt sem var aðkomandi á heimilinu var settur fram matur á borðvæng undir stafnglugganum, hangikjöt rjúkandi upp úr pottinum, rofnajafningur, holl og bragðgóð fæða í kuldatíð, hreinasti jólamatur. Maður skyldi ætla að ég væri á leið út í eyðimörkina, spaugaði Benedikt. Leit ekki á öræfin sem neitt ógna land, var á leið þangað í 27. skiptið. Hann lét þess ekki getið, nefndi ekki með einu orði að þetta væri minningarár, merkisár á sína vísu, en viðkvæðinu skaut upp innramöðunum þegar minnst varði 27. sinn. Og jæja, þegar þú ferð frá botni þessa leiðina vill verða á því þó nokkur töf að þú bragðir nýsoðinn mat, sagði húsfreyja og var áfram að hann borðaði list sína. Byrðu þig almennilega upp, bætti hún við. Það hefur verið séð fyrir Leo. Leo leit upp úr baðstofuhorninu þar sem hann hafði hringað sig ekki óþekkur kufungi, svart flekkóttur seppi með gulum blettum. Þegar nafnið hans var nefnt og dillaði rófunni vinalega framan í þessar stóru verur sem mundu eftir honum þótt hann svæfi og kunni að meta hann, hringaði sig aftur í skyndi og sofnaði, notaði næðið á meðan það gafst. Gesti og heimamönnum verður skrafdrjúgt stundarkorn. Þá allt í einu barið að dyrum, 3 högg og þá sennilega næturgestur. Enda þótt öllum í nágrenninu sé fullkunnugt að í botni eru aðrir gestir en Benedikt miðurvöld séðir fyrsta sunnudaginn í aðventu. Enda sátu þau orðlaus andartak, litu hvert á annað. Þá stóð Benedikt yngri á fætur og gekk fram að opna. Það munu vera þeir frá Grímsdal hyggjast sæta færi að verða þeir samferða upp að sæluhúsinu. Þeir hafa ennþá ekki smalað sauðunum sínum heim frá Engjabotnunum út með henni Jökulsá, gat Pétur sér til og gekk fram á hæla sinninum. Mér nú nær að halda að eitthvað fleira vaki fyrir þeim en að fá að fylgjast með þér upp að sæluhúsinu. Þá ég illa svikin, ef þeir ætlast ekki til að þú hjálpir þeim að smala, þú og Leo og Eitill, sagði húsfreyja sárgröm, var mein illa við að menn væru að tróða sér inn á fólk, sníkja sér út krafta og góðvild annara.
Hvers vegna gátu þeir ekki látið Benedikt í friði, lofað honum að rækja eigin erindi án þess að verða fyrir töfum. En þú heldur nú bara þínar eigin götur og sérðum að ljúka því af sem fyrir þér vakir á meðan þú enn átt matarbita í tínunni. Því verður þú að lofa mér, hélt hún áfram og bætti hangikjöti og rofnastöppu á diskinn hans. Þetta hafði verið honum ætlað. Hinir yrðu að láta sér nægja það sem umfram kynni að vera í búinu. En hversu nauðugt sem það var Benedikt að neita nokkrum manni neitt og síst af öllum Sigríði í botni, þessu treysti hann sér ekki til að heita henni. Hann þekkti sjálfan sig of vel til þess, svo hann þagði við þunnu hljóði, hélt áfram að maula hátíðamatinn. Séu þeir orðnir seinir fyrir verða þeir að hafa það eins og hvert annað hundspitt, hélt húsmóðurinn í áttina. Varir þú að sólunda tíma í að hjálpa þeim að smala, þá eru þeir dagar orðnir þér að engu. Sólunda og sólunda, ansaði Benedikt og dró seiminn. Að þaulræða óþægileg en óhjákvæmileg atvik var honum ekki að skapi. Þurfi einhver að ná fé sínu saman á hættustund og séu þeir Leo og Eitill og hann sjálfur tiltækir og alls óvíst að það sé hægt án þeirra að vera, verða þeir vitaskuld að hjálpa hverjum og einum sem í nauðum staddur. Eiga síður varpan öndu og fyrir síðar tálmannir eru aldrei neitt feginsmál, en það sem verður að vera viljugur skal hver bera. Ekki mun það drýja nestið þitt, trúðu mér til, minnti Sigríður hann á, kannaðist við tregðuna og þráan í honum og honum aldrei varð hnikað þegar til þess kom að láta skynsemina ráða og hlífa sjálfum sér. Ætli ég sé ekki sæmilega byrgur, ansaði Benedikt borginmannlega. Þú ert þverhaus og annað ekki, sagði Sigríður. En nú voru hinir gestirnir á leiðinni inn göngin og satt var orðið þá voru þeir Hákon í Grímsdal og báðir vinnumenn hans. Þeim virtist ekki koma alveg og óvart að hitta Benedikt fyrir. Sögðu eitthvað í þá áttina að, ó já, það þetta leiti þú ert vanur að fara inn eftir og leita strembugömlu lúsa. Maður ætti svo sem að muna það. Þetta orðin ein af stórhátíðunum, það að segja hérna í botni og fyrir strembugömlu, sem því annars ekki vön að henni sé tróðið tærað vetrarlagi. Strembunafnið hafði afréttin inn á milli jökuldragana hlotið af gangamönnum, þótti örðug smöluð og var illa þokkuð. Það mun vera veðurblíðan sem hefur freistað ykkar hinna til að leggja upp einmitt í dag, sagði Sigríður meinlega. Nei, heyriði hvað syngur í húsfreyju, sagði Hákon í Grímsdal og hló við. Freistað fullmikið sagt, nauðbeygt myndi vera nær sanni. Sá sem á fé á fjallabeit og komið langt fram á haust getur ekki verið allt of hlutvandur eða nærgætin við náungan. Auk þess getum við létt ofurlítið undir með honum Benedikt okkar inn eftir á morgun. Hann mun hafa bagga að bera og burðarþol okkar ærið, ekki satt, piltar mínir. Við erum engir orkvisar. Annars býst ég frekar við að við fáum leiði upp eftir hlíðunum og það svo munar. Það ekki ósannilega til getið, í þætti Benedikt hóglega. Og jæja, vond veður betra með en móti, ekki síst á fjallaferðum. Í samfylgd með þér, Leo og Eitli, hann sagði ekki þrenningunni en auðheyrt að hann hafði orðið í huga, ætti það ekki að vera borin vona við rötum á sæluhúsið og björgum líftórunni, spaugaði Hákon. Hitt svo annað mál hvernig við fáum bjargað beitarfénu. Ykkur bara vera búnir að sækja sauðina fyrir viku og vel það, skaut Benedikt inn áherslu lítið og ekki í neinum ásökunartón, getast aðeins getið. Eitt að manni beri, annað hvað hann gerir, bensisæll, kumraði í Hákoni. Æ, á ekki það, eitt ber, annað ger. Benedikt sinnti honum ekki, laði við hlustir. Misheyrist mér. En það var ekki svo vel. Fárviðrið buldi þegar á frosnum þekjunum, slagviðri öskrandi stórhríð sem væri herskari af óvættum og þeysireið í náttmyrkrinu. Í baðstofu með torfþaki með koldimma grímu í kringum sig litið á veðrið sem lifandi veru þegar slíkar hamfarir heyrast. Veturinn, óskapnaður að vísu en bráðlifandi, trylltur af fjöri, svo við jaðrar ærsl og æði komin heim til sín aftur og ekki að villast að hérna kann hann við sig. Eitli hafði ekki brugðist bóalistinn. Hann hafði að venju vitað hvað í vændum var.
Benedikt stóð á fætur, snöggur upp á lagið, mál að fara í háttinn. Eftirlegu kindurnar á öræfum uppi, nú myndi þær áreiðanlega fenna í kaf, sveipast snæfeldi vetrarins áður en honum tækist að finna þær og færa til byggða. Það að sjálfsögðu út í hött að vona að þær hafi vit á að halda sig á hæðum og hágöngum og ólíklegt að veðurofsinn leyfi það. En þegar hamfarirnar eru í algleymingi og himinn og jörð renna saman í eitt, það eini björgunar möguleikin. Annars vel til að þær króknuðu að þær leituðu upp á hæðir og hóla. En nú var það eina ráðið að halla sér og vona að manni inni í brjóst eða minnstakosti leggjast fyrir og losna við skraf skillítilla manna. Enginn skildi áhyggjum við annan deila, hver og einn á nóg með eigin armæði. Að lokum var sofið í litlu baðstofunni á bænum upp undir heiðadrögunum, það bar ekki á öðru. En úti fyrir geisaði stormurinn í alveldi sínu og eyðileggingar fögnuði, geisuðu ótaldir stormar úti víða veröld, gerðust furðulegir og fáránlegir hlutir. Því þetta hérna var aðeins afkimi kringlu heims, hér var það í raun réttri ekki nema himinninn sem fór hamförum, svo friðsamlegt var hérna í vatnsbyggðinni. Og annars uxu hér skófir og mosi á steinum við kröpp kjör, það líf sem fyrir skikkan skaparans breytir grjótinu í gróðurmold á ótölulegra alda skeiði, grjótinu sem gígarnir hafa spúið úr sér, breytir eldinum úr iðrum jarðar í grósku og grænku sem döggfellur á náttleysuna og hrím á haustnóttum. Það manninum hollt að geta hallað sér og látið sér líða í brjóst endrum og eins. En það var eins og Hákon í Grímsdal kom orðum að því morgunin eftir, sunnudagsæði boðar mánudagsmæður. Annað og vitlegra varð varla sagt þann mánudag sem í hönd fór. Í botni voru það börnin ein sem fögnuðu honum, voru í 7. himni, þar Benedikt var nauðugur einn kostur að setjast kyrrt. Hann tók því með stillingu, var hinn altillegasti, skipti deginum milli eitils og ungviðisins. Væri hann ekki úti að líta eftir forystusönnum, slíkt kostaði ærin undirbúning og umstang í öðru eins veðri, sat hann í miðjum krakkahópnum og teldi dýr, teldi fugla, skar út mannamyndir, bjó til amboð úr spýtnarusli, teldi skip með rá og reiða, stýri og skutkænu og meðan sagði hann þeim sögur, rakti munnmæli, allt sérstaklega vel þegið. Hákon og piltar hans styttu sér stundir með spilamennsku, hrestu sig upp öðru hverju með brennivínslögg, hvort tveggja hjartastyrkjandi og sálarheilsu bætandi, staðhæfði Hákon. Þeir mættu hafa það eftir sér, hjartastyrkjandi og sálarheilsu bætandi. Hjartað var sem sé ekki laust við áhyggjur vegna sauðanna í Jökulsárbotnum. Engar óbærilegar áhyggjur að vísu, vegir örlagana eru sem kunnugt órannsakanlegir. En heppnin svíkur sjaldan þar sem hún heimavöðum, það þrautreynt. Inn á milli leit hann í blöðin og fannst mikið til fréttirnar. Í útlandinu það svei mér fólk en ekki fé sem króknar úr kulda, sálast og hrynur niður í hrönnum úr hungri og vesaldómi. Svo öfugsnúin tilveran hinum megin við reginhafið. Það væri sannarlega verkefni fyrir Bensa. Og þetta með hungrið og vesaldómin gerist meira að segja hásumarið í glaða sólskinni. Maður skildi ætla að það væri hauga lygi, en hér stendur það svart á hvítu og ekki það að villast. Eigi ég að segja eins og mér býr í brjósti, þá marg lofa ég skaparan fyrir hann að strembu gömlu og sveitin okkar. Og mörgum sinnum fleira fólk en byggir alla Ísafóldu, að eyjum og útskerjum meðtöldum, gengur atvinnulaust úti í stórlöndunum og drattast með hendur á bólakafi í vel rifnum vösum og hefst ekki að. Annars finnst mér það nú ekki sem verst, hafi maður í sig og á. Það gætu víst fleiri þegið. Hvað segið þið, piltar mínir? Og ekki svo vel að þetta séu tómar legasögur. Blöðin eru rándýr, en engum tjóar að segja að þau marg borgi sér ekki. Engum ef maður les þau ókeypis. En ekki dugir að leggjast í leti og ómennsku og útlent atvinnuleysi. Hingað með ykkur heilirnar, við förum í nokkra hringi. Ertu alltaf jafn ófáanlegur til að vera 4. maður, Bensi minn? Jæja, þá spilum við áfram 3 við blind. 3 við blind.
Því spili hafði Benedikt kynnst í þó nokkur ár, en ekki við fremur valt vængjaborð með mislit spjöld milli fingrana. Þannig leið dagurinn sá. Á þriðjudagsmorgun var Benedikt snemma á fótum. Sveljandinn var samur við sig, hressilegur og harðsnúinn, það vantaði ekki, en eitthvað hafði veðrið gengið niður, alveg jafn glórulaust og í gær var það ekki. Auk þess var maður farinn að venjast í. Benedikt stóð þarna í náttmyrkrinu og sneri vöngum sem enn voru varmir eftir svefnin í kófáttina, fyrst öðrum þá hinum. Úrkoma var þetta ekki lengur, ekki ofanfall, aðeins skafrenningur, sem gat að vísu verið nógu erfiður viðureignar, en ekki óhugsandi að hann kynni að lægja þegar liði á daginn. Þá væri gott að vera kominn af stað og hafa þann spottan að baki. Benedikt flýtti sér inn, vakti þá Grímsdælinga, hvaðst vera á förum. Ætluðu þeir að verða samferða? Ertu frá þér, maður? Hrópaði Hákon og vatt sér fram úr rúminu, lagði við hlustir við veðrinu, hnusaði á því, kjamsaði á því. Ertu með öllum mjalla? Benedikt virti hann ekki svars, bjó sig sem óðast. Hvort Hákon slægist í förina eða ekki, það yrði hann að eiga við sjálfan sig. Tekur þú á þig ábyrgðina? Spurði Grímsdalsbóndinn. Á Eitli, Leó og sjálfum mér, ætli það ekki, ansaði Benedikt. Sjaldan flas til fagnaðar, hreytti Hákon úr sér, en bjó sig, tautaði ófögur orð, hækkaði röddina. En þó þú afsegir að taka ábyrgð á okkur hinum, þá þiggur þú væntanlega piltarnir mínir losiði við heipokan. Jæja þá, Pétur minn og Sigríður, bestu þakkir fyrir mig og mína, og við skulum vona að við snúum lifandi heim. Afturgöngur okkar kynnu að verða ykkur ennþá óvelkomnari. Gleymið ekki spilastoknum, piltar mínir. Benedikt dró upp úr poka sínum dálítinn bleðil, breiddi hann yfir hrygginn á Eitli, að snjókleprar skyldu ekki setjast í ullina og þyngja honum gönguna. Grímsdalsbóndinn innti hann eftir hvort hann hefði ekki líka hökul handa páfanum. Benedikt lét blaður hans sem vindum eyrum þjóta, brá snærinu hornin á Eitli. Komdu, kunningi. Eitill var tregur og dró ekki dul á það, og Hákon fór að sínu leyti ekki í launkofa með að hann teldi skepnuna skara fram úr eigandanum vitsmuni. En hér var það Benedikt sem réð ferðinni, og nú var lagt af stað. Þegar Eitill skynjaði að hér var alvara á ferðum og aðvaranir hans að vettu í virtar, sýndi hann engan mótþróa lengur. Óðara en hann fann til snærin sinns hornin greikkaði hann sporið, hljóp upp á hlið við Benedikt, gerði sér far að sýna honum að það væri ekki af óþægð eða ótta að hann hefði við ófús að leggja af stað. En mildur í skapi var hann ekki þessa morgunstund, Leó var vissað að gæta sín. Næði vindurinn taki á honum og þeytti honum utan í Eitil eða í vegg fyrir hann, fyrir kutti að kenna á hvössu horni. En Leó lét hvorki angrast né espast, var í því sem öðru mesti myndar páfi. Datt ekki í hug að glefsa á móti, var að fullu ljóst hvað í húfi var. Hinir áttu til að villast af leið í fannferginu, en hann rataði götuna fram. Mennirnir fjórir sem þarna voru á ferli höfðu skafrenningsbilin að heita mátti beint í bakið sem betur fór, því þegar þeir voru komnir heilu og höldnu á Brekkubrún og öld og tásléttan tók við, létti það þeim gönguna. Snjórinn hér efra var saman barinn og víðast mannheldur, en klaufirnar á Eitli skruppu í sífellu niður úr. Ferðalangarnir höfðu flöskur af heitu kaffi með sér heiman frá botni, nú námu þeir staðar og fengu sér volgan sopa í skjóli af grettistaki. Myrkrið hafði fjarað út úr veröldinni á meðan þeir pældu upp brattan. Nú var það aðalega snækófið sem byrði útsýn yfir landslagið og það svo gersamlega að engu var líkara en þeir pauðuðust alltaf á sama stað. En ekki dugði að gefa frá sér. Fylgi fótur fæti og sé stefnt í rétta átt, miðar mönnum alltént fram á við. Og öðru hvoru báru þeir kennsl á malarkamp, stein eða skorning sem sannfærði þá að þá hafði ekki borið af leið. Og smám saman drógu úr veðurofsanum, þeir fóru að sjá móta fyrir nálægum heiðardrögum, þá næstu fjöllum, að vísu ógreinilega, foksnærin undir hinum lágu hangandi ullarskýjum slæði allar markalínur,
en foldinn var þó í þann veginn að fá á sig einhverja lögun, tók að minna á sína venjulegu mynd. Þarna gengu nú þessir menn þennan skamma dag ásamt hundum sínum og forystusauðnum, þrömmuðu í áttina þindarlaust. Meðan því fór fram hafði nóttin horfið þeim í vestri, nú nálgaðist önnur þá úr austri, dagurinn ekki lengri en svo að þeir gengu að nafsér þarna á fjallaslóðum. Hann var kominn og farinn áður varði, horfinn þeim. Önnur nótt luktist þá, en þeir héldu áfram eins og ekkert væri, mörg orð fóru ekki á milli þeirra. Stinningskaldi studdi enn við bakið, en þeir styttu sér stundir með því að raula fyrir munni sér, áttu í fórum sínum eins og hluta af nestinu vísur og erindi og rímum, sálmum og kviðlingum sem léttu þeim gönguna, breyttu brag eftir því sem skapið, viðhorfið og veðrið hagaði sér. Benedikt hafði böglað saman hendingu sem hann átti einn og sjálfur. Stormur, snjór og heiði há, herðir kálfa og mýkir tá, sá skjól sér ávallt á, aldrei lífið fær að sjá. Heimagerð staka, þægilega raula fyrir munni sér þegar gola feykir orðunum og glæ, engin ástæða til að láta hana fara fleiri á milli og raunar engin hætta á að neinn hinna hleri hana úr munni hans. Þær fátilraunir sem þeir höfðu gert að skiptast á orðum hefðu þeir eins vel geta látið ófreistað. Vindurinn hrifsaði orðin af vörum þeirra og reif þau í tætlur, þyrlaði þeim út fyrir börð og móa, gödóttum eftir hinn skörpu skeyti fóksnævarins. Hákon tók að verða kuldans var, bauð upp á brennivínstár, fékk sér vænan sopa, reyndi að auka áhrifin með hinni alkunnu draugavísu, helltu út úr einum kút, ofan í gröf mér búna, beinin mín í brennivín, bráðlega langar núna. Og nú var nóttin alkomin aftur, nótt með sparlegum tunglskinsblikum að baki sundurtættra skýja, göngumennirnir aðeins skuggar í dimmunni og snæ í auðninni. Skyldi Benedikt hafa hugmynd hvert þeir voru að fara? Ójú, ætli hann færi ekki nærri það, hugguðu hinir sig við, innra með þeim bærði á sér einmuna traust á Bensa, Eitli og Leó, þrenningunni eins og þeim var tæmt að kalla það á sín í milli, en það eina vonar glætan sem þeir gátu eitt. Og jæja, líklega best að spara sér alla spurningar, þramma áfram í áttina, þramma og þramma. Far með gætni, far með ró, flýtir hægt en örugt þó, eftir nóttir í sólin sæl, sefar ótta og holta væl. Þeir fóru með gætni, flýttu sér hægt, það kemur á sjálfu sér eftir 18 stunda göngu, þú harla lítinn beig af útburðum og afturgöngum, en þetta var meiri þæfingurinn. Samt mjökuðust þeir í áttina og gægðist þá ekki óforvarandis örlítil þústa upp úr myrkurkofinu. Timburstafnefna teygir sig upp úr fönninni, gluggalaus og því fáránlega blind, úrvinda og umkomulaus, sokkinn á bólakaf í þunglindi sínu og huggunarskorti, en sennilega samföst kofanum, þótt hann væri horfinn sínum. Þeir höfðu þá eftir allt saman rambað á sæluhúsið, að heita mátti rekið sig á það. Það var ekki ofsögum sagt að Bensa, sem galdramanni og meistara, mannleg líti yrðu vart á honum fundin, en aftur á móti 2 heldur en ekki ómennskuleg líti, ófáanlegur til að fara í slag eða bregðast út að munni. En hvar í ósköpunum voru dyrnar? Því nú var hér dyra þörf. Benedikt mundaði broddstafi mikla. Það kom sér vel að hann var í lögun líkastur rekum. Það tók ekki langa stund að moka frá hurðinni, snjórinn þéttur og auðvelt að stinga hann í hnausa handa harðviðrinu að skuttla á brott. Og hér voru þeir nú komnir í húsaskjól, tröppur ofan að dyrunum og gangnefna. Þeir opnuðu hurðina og fóru inn, kveiktu á kerti, áður en varði snarkaði í kolaeldi í stóarkrílinu, forláta hitakjafa. Benedikt lét að vera sitt fyrsta hygla eitli, skrapp út eftir vatni, kofanum hafði verið valinn staður við uppsprettulind sem aldrei lagði, tók þegar hann kom inn aftur og meðan Eitill bragðaði á vatninu heituggu úr pokanum, hristi hana vel, hreinsaði eftir því sem var snjó og klaka og klaufunum á Eitli, bar feiti á þær og upp eftir fótleggjunum.
Nú ætti þeir að vera borgið, blessaður kallinn. Kofinn var hólfaður í tvennt, hesthús og vistarveru með rúmstæði, hallarígildi eins og hér stóð á. Þegar Benedikt hafði annast eitil kom hann inn til hinna. Á þessari stundu, þegar innveran beið hans á næsta leiti, fann hann fyrir því að maður manns gaman, enda þótt sumir eigi til að vera óþarflega kjaftfórir. Angan af kaffi lagði herbergiskitruna. Benedikt fann autt sæti við eldstóna, hengdi föt sín til þerris, tók að losa klakaströngla úr hári og skeggi, sagði: Aldrei fór það svo að við sætum ekki hér í kvöld. Já, þú ert gimsteinn og gersemi, Bensi minn blessaður, sagði Hákon án allra smásmygli. Að þú sért bjargvættur okkar þriggja fer ekki milli mála. Þú ættir að fá heiðurspening til að státa með í kirkju og mannamótum og væna fúlgu frá útlandinu í ofanálag. Ég og piltarnir mínir eigum þér lífið að launa. En hvað er lifandi búand karl án kindana sinna? Einingamaður, annað ekki. Töfraorð það framkalla mætti gullpenning á brjóstið og björgunarlaun í vasan myndi visna á tungu hans, þar sem hann ómerkur vesalingur, ræfilstuskan. Og Grímsdalsauðina það að segja að Guð einn veit hvar þeir eru niðurkomnir, svo fremið þeir enn standi fótum og storð. Best gæti ég trúa því að þá hefði hrakið undan vindi í bannsetta jökulsána, eða fennt í kaf og kafnað, og hér sitjum við og kýlum vömm. Og jæja, hvað það kólað? Best að gera kaffinu skil á meðan það volt. Engin veit hvað ókominn dagur ber í skauti sínu. Á hinn bóginn kemur sjaldan neitt svo grábölvað fyrir að ekki sé unnt að hugsa sér annað verra. Þeir fylltu krúsirnar og komu sér fyrir eftir föngum. Og nú tók Benedikt einnig að gera nesti sínu skil og skóla munnbitunum niður með brennheitu kaffi. Það iljaði niður í tær og fram á fingurgóma. Þeir gátu ekki á sér tekið að taka lagið, ríðum og rekum yfir sandinn. Æjá, hefði maður á leiðinni hingað haft bykkju milli fótanna, væru þeir sennilega ekki út af eins stirðir. En á hinn bóginn, ekkert líklegra en að maður hefði orðið til í einhverjum skaflinum. Og raunar var það svefn en ekki söngur sem þeir þörfnuðust mest. Þegar í öðru erindinu setti að þeim geispa. Þess var ekki langt að bíða að þeir legðust fyrir og sofnuðu. Þannig lágu þeir endilangir, 4 sofendur í fjallakofa á kafi í snjó, dauðþreyttir allir 4. Andardráttur þeirra hvers og eins breyttist annað veifið í hrotur, misjafnar að styrkleika, álíka á veðrið sem þeir nýverið höfðu lagt að baki. Einnig hundarnir hrutu og jafnvel frá forystu sauðnum blönduðust svefnhljóð hrotunum. Og meðan þessu fór fram voru hátt uppi yfir þakinu og bak við skýjabólstrana, stjörnumerki á ferli, mældu út nótt og nýtan dag einnig fyrir þannig afkima á jarðkringlunni og þær mannverur og aðrar sváfu sínum doðasvefni í fjallakofa undir fönn, luku nóttinni á tilsettum tíma, létu nýjan dag renna. Þarna var hann kominn. Og leið mála vakna og taka á móti honum. Enda vöknuðu þeir, engu líkara en að eitthvað kallaði á þá, styrðir og lerkaðir teygðu þeir úr sér, svo að líf færðist í þreytta limina. Fannst þeir vera nýsofnaðir, en úti var skíma sem boðaði afturheldingu. Það bar ekki öðrum yfir með ketilinn. Svo sem við var að búast var það engin hægðarleikur að finna sauðina frá Grímsdal og ná þeim saman. Hvassviðrið hafði hrakið þá sitt á hvað. Umfram allt reið á að leita þá uppi og þegar þeir voru fundnir var við ófærðin að etja og skammdegið sagði til sín. Þegar líður að vetrarsólkörfum gerast dagarnir stuttir. Hefði eitill ekki verið til að hafa forystuna fyrir hinum dreifðu smáhópum og að því búnu ríða á vaðið á leiðinni að sæluhúsinu, eitill sem veður áfram þangað til hann situr fastur í fönninni svo að losa verður frá og tróða slóð fyrir hann á berangur og sem stöðugt miðlar öðrum af kjarki sínum og kröftum, ja, hvernig hefði þá ferið? Hvað hefðu þeir áttu bræðs að taka? En það játar Hákon fúslega yfirburði forystusauðsins, sparar honum ekki lofið, né heldur fer Leó á mis við hrósyrði hans, Leó sem svo glúrinn að rekja gömul spor og þefa uppi felustæði fjársins þar sem fennt hefur yfir það í skurðum og dældum,
Gæti Benedikt hugsað sér að selja honum kvutta? Það gat Benedikt ekki. Ó nei, annan eins páfa fer víst enginn að draga á markaðstorg. Og kvöldin una menn sér í kofanum og finnst það eitt á vanta að Benedikt skuli engan þátt taka í skemmtan þeirra. Honum það blá alvara að afsegja að vera fjórði maður. Það var hörmulegt. En þá spilum við þrír við blind. Þannig liðu 3 dagar. Storminn hafði lægt, komnar stillur og mildviðri eftir því sem við var að búast, hvað lengi sem það endist. Loksins á föstudag laust fyrir hádegi gat Grímsdalsbóndinn lagt af stað heimleiðis með sauðahjörðina sína, haldið norður á bóginn til byggða, sauðirnir vísir allir með tölu og í góðum holdum. Benedikt lét sig ekki muna að hjálpa að stugga rekstrinum upp heiðardrauginn þar sem hallaði niður að ánni. Var þakkað fyrir aðstóðina, þrívegis tekið í höndina á honum, nokkrum sinnum kinkað til hans kolli, fáein kveðjuorð hrópuð. Að svo búnu stóð hann þarna og skimaði stundarkorn eftir brottfarendum, þá rólaði hann hægt og þunglamalega heim að sæluhúskofanum, lokaði hurðinni að baki sér, færði eitli sem var all dapur, vistir og vatn, klappaði Leó, laðist endilangur á bakið í autt rúmstæðið með aðra höndina fram af bríkinni, gældi agnarögn við Leó, félagan fágæta, veitti ekki af að hvíla lúin bein, átta sig, endurheimta hugblæ aðventugöngunar, sunnudagurinn sá var eitthvað svo órafjarri. Það vill við brenna að menn lifi lífinu á hinn ólíkasta hátt, sumir vaða elgin, öðrum þögnin tamari. Sumir verða að hafa aðra menn í nánd við sig eigi þeim að líða þolanlega. Öðrum finnst þeir ekki almennilega sjálfra sín nema í einveru, að minnstakosti öðru hvoru. Beinlínis mannfælinn var Benedikt engan veginn, en á aðventugöngum sínum hafði hann vanið sig á að forðast mannlegt förneyti. Það fékk honum leiða að hlusta á byggðaskraf liðlangan daginn inni milli fjallana, það átti ekki heima hér. Alveg svona afleitt hafði það ekki verið á hans yngri árum. Auðfundið að hann gerðist gamlaður. Hvar var friðurinn og hinn djúpa ró hann hafði notið á sunnudaginn var? Hvar öryggið, hughristinn? Gat verið að það væri ekki meir en 5 dagar síðan, því nú hefði hann bráðum átt að vera kominn heim aftur, ef allt hefði farið samkvæmt áætlun. Og hérna lá hann, út slitinn eins og fatagarmarnir hans, tötramaður á líkama og sál. En það nú svona, árin líða og maður finnur fyrir þeim. Hafði hann sofið? Var hann að dreyma? Eða var barið að dyrum? Hann hlaut víst að hafa sofið, því frammi við dyrnar gó Leó sem trylltur væri. Og þarna var kvatt dyra á ný, 3 högg með jöfnu millibili. Benedikt stökk á fætur, opnaði og var þar kominn unglingspiltur neðan úr sveitinni, Nonni á fjalli. Ekki vænti ég að þú hefur orðið var við stóðið okkar, spurði hann. Benedikt hafði reyndar tekið eftir að það var hestatraðk engum neðar með ánni en líka annar staðar. Hrossin sjálf hafði hann ekki séð, þau voru að minnstakosti ekki á næstu grösum. Satt best að segja hafði hann ekki hugsað frekar út í þetta. Hafði ekki hugkvæmst að nokkur maður hefði trippin sína útigangi hérna þetta leyti árs. Finnst húsbónda þínum að þú hefur aldur og reynslu til að vera einn á ferð hér efra í ófærð og vetrarveðri, piltur minn? Nonni á fjalli taldi að það sem öðrum væri ætlandi myndi einnig sérfært. Það kynni að standa heima, hugsaði Benedikt, en óharðnaður unglingur var hann eigi að síður. Úr því fundum þeirra hafði borið saman, þá bar hann að vissuleyti ábyrgð á Nonna. Ef hann, Benedikt, héldi leiðar sinnar á morgunmálinu án þess að láta hann og trippin hans í nokkru skipta og kæmi síðan til byggða eftir fáeina daga, en Nonni ókominn hefði orðið úti á fjöllum uppi, hvað þá? Og eftir á að hyggja veitti eitli ekki af að hvíla sig ofurlítið betur. Við sjáum hvað setur á morgunmálinu, sagði hann og hafði þegar kaffi á reiðum höndum handa piltinum. Heldur þú hafi tíma til að svipast dálítið með mér? Spurði ungi maðurinn blátt áfram. Undirhyggja var honum ekki lagin. Tíma og tíma ekki, ansaði Benedikt
og kunni þessu vel að vissu leyti, en sveið á hinn bóginn undir niðri að pilturinn hafði ekki talið sér hjálp hans vísa. Laugardagurinn fór í að leita upp í trippinn. Það tókst með hörkubráðum. Að morgni sunnudagsins gat Nonni lagt upp heimleiðis með þau og kveðjur frá Benedikt. Allir hljóta að sjá að þó að ég sé ekki komin lengra hefur vikunni ekki verið á glæ kastað, afsakaði hann sig með sjálfum sér. Og nú lá næst fyrir að nota daginn, halda áfram lengra inn eftir, þangað sem engir vegir eða götuslóða liggja byggða í milli. En honum fannst hann hálf linur í útlimunum, ekki sem best fyrirkallaður til stórræða. Þess var ekki að dyljast að þetta hafi verið erfið vika og þó leikur einn á móts við það sem framundan beið. Það var æði angringislegt að setja sér fyrir sjónir að á þessum sama degi hafði hann stundum verið komin heim aftur, erfiðleikarnir garðgengnir, fleiri eða færri kindum borgið og setið með þakkargerð og helgi í huga í litlu kirkjunni og hlustað á prestinn tala skerf ekkjunnar, ellegar tákn á sólu og tungli, því táknum munu verða á sóli, tungli og stjörnum, angist meðal þjóðana við dunur, hafs og brimgný, eins og skrifað stendur. Sú var tíð að Benedikt sjálfur fann til angistar gagnvart dauðanum og jafnvel lífinu líka. Víst engu að síður gagnvart lífinu, angistar og jú. En það var langt síðan. Óttinn sá liggur einnig falinn inni á milli fjallana. Nú oftast hljótt bæði innra með honum og umhverfis hann, steinhljótt, eins og annars hvergi nema í fjallasal. Þungt hugsi raðaði Benedikt niður í paufa sinn. Það sem allt gilti var að hrista af sér slenið, nota daginn til að komast spölkorn áleiðis. Í miðjum klíðum stóð hann á fætur, gekk út að gá til veðurs. Og hvað var nú þarna á ferð hinum megin árinnar? Hestar og menn, það bar ekki á öðru. Það hlaut að vera pósturinn að láta ferja sig yfir. En hvernig var þessu háttað? Hér var engin maður með hesta að taka á mótunum. Benedikt flýtti sér aftur inn, setti upp ketilinn. En pósturinn vildi ekki standa við, var með sleða og hjálparmann til að draga hann. Dagurinn stuttur, Bensi minn, og hesturinn minn hefur senkað, sitja sennilega fastir í einhverjum skaflinum. Við verðum að hraða okkur til móts við lestina. Hinum megin árinnar var maður sá fylgt hafði póstinum þangað þegar lagður á stað suður aftur með sína hesta. Þeir Benedikt og ferjumaðurinn Grímur á jökli stóðu og horfðu á þessar víðförlu og kvikulu mannverur fjarlægast í annarlegum hverfleik til norðurs og suðurs. Grímur þáði kaffibolla úr því það sauð á katlinum, maður á ekki að forsmá guðs gáfur. Og þú ert sestur hér að og veitir gestum og gangandi, ég sé ekki betur, sagði hann í gamanrómi. Við höfum séð rjúka hér í heila viku, bætir hann við og varpar kolapoka sem hann hefur haft meðferðis við hliðina á eldstóni. Var orðinn hræddur að byrðirnar væru á þrotum sem hvað líður, svo ég tók hann þennan með. Það erum hvort eð við á jökli sem ber að færa eldhítinni þarna fórnir. En hverra erinda ertu eiginlega hingað komin að staðaldri? Benedikt sagði svo frá að í raun réttri væri hann hér á sínu venjulega haustflakki, en þá hefði farið svona á hinsegin. Og það nú einu sinni svo að dagarnir koma og hverfa. Það eru engin ósköp sem eftir mann liggja að kvöldi í skammdegi, ófærð og illviðri. Laglega af sér vikið af Hákoni, lét Grímur uppi, að ég tala ekki þrjótana á fjalli. Það nú svo, en kindur og hross eru að verða alltaf kindur og hross, andaði Benedikt með óhrekjandi rökum. Eins verður að gæta, en annað má ekki vanrækja. Hverju ég bættari þótt ég rati á eina villiklauf ef heilar hjarðir verða úti. Hákon hafði að vísu upp á sínum, það var engin hægðarleikur og hefðu ekki Leó, Eitill og ég verið með í leitinni og þó einkum Leó óvíst hvernig farið hefði. Ó nei, Grímur minn, auk þess hefðir þú sjálfur farið nákvæmlega eins að. Nei, fjandinn fjarri mér. Og fyrir bragðið slepp ég nú við að litast þar sem við erum búnir að leita, lauk Benedikt máli sínu. Og svo hefur þú auðvitað orðið að eyða af þínu eigin nesti allan tíman, ger ég ráð fyrir, spurði Grímur og gat fátt verið honum sammála. Nú já, ég bý mig alla jafna út með nesti til hálfs mánaðar og vel það, og það Hákoni kunnugt.
og svo báru þeir pokann hans Eydils fyrir mig alla leið hingað frá botni. Mikið var, sagði Grímur og hristi höfuðið, svolgraði kaffið af undirskálinni brúnaþungur, saug í gríð og erg kandísmólan. Þú ert dauð uppgefin, ég fæ ekki betur séð. Og hvaða meðferð er þetta á eitli, ef mér leyfist að spyrja? Þér að segja, hefur margur verið kærður fyrir brot á dýraverndunarlögum fyrir minni sakir. En það vitað mál, að hann anar áfram þangað til hann gengur alveg fram af sjálfum sér, eins og sumir aðrir. Það veistu vel. Og ber þú ekki ábyrgð á honum? Nú bindum við heipokan hérna á stoðina, svona. Eydill kann sér magamál og engin hætta á að hann eyðileggi neitt. Við sjáum honum fyrir nægu vatni og berum heimilsnu undir hann. Sí svona, nú væsir ekki hann í 1 eða 2 daga. Því þér ætti að vera orðið ljóst að þú sleppur ekki við að koma heim með mér og sofa úti í ró og næði. Þú getur sjálfur látið í heipoka handa eitli heima og ég er ekki að bjóða þér gisting upp á eigið nesti. Nú engar vöflur. Það er nú búið að tala nógu ljótt hérna þegar þess er gætt að við erum ekki nema í 7. viku vetrar og að í dag er Maríumessa. Að fara á ferju yfir straumþungt fljót þar sem fyrst verður að teyma bátinn góðan spöl upp með bakkanum og samt ber hann æði miklu lengra undan straumi en áin er breið. Það er eins og að koma í annað land, að ekki sé sagt annað líf. Manni hnykkir við. Hvernig á að komast yfir aftur? En þreytan bældi kvíðan í Benedikt. Á leiðinu upp að bænum lá í hvarfi undir ásadrögum sem vörðu hann gegn versta norðangarranum, reikaði hann í spori af drunganum sem yfir hann færðist og lá við að honum liði í brjóst. Á hlaðinu sneri hann sér við og leit öxl, en sæluhúsið og allt sem því heyrði horfið sjónum bak við ásana, aðeins vesturfjöllin enn á sínum stað, en kynlega fjarlæg og ónálganleg héðan að sjá. Það fór hryllingur Benedikt. Það var einmitt þarna sem hann átti að hafa verið. Hann var vart afklæddur fyrir hann valt út af og var leið horfinn inn milli fjallana sinna, fann kindur, var í vandræðum með þær, bjástraði við að ná þeim saman. Eydill og Leó voru þarna líka, en ekki nema aðra stundina. Hann dagaði upp aleinan með heilan hóp af kindum, sumum latrækum, öðrum ljónstyggum, skaflarnir botnlausir og í námunda vissi hann af manni sem vildi honum bæði vel og illa, ósýnilegum og það ekki aðeins vegna móðunar. Hvaða erindi átti sá við hann? Og að baki draumnum vissi hann ógnarvel að tíminn leið, að hann stóð ekki kyrr, lét engin fljót hefta för sína, hljóp sig aldrei þreyttan, dularfullur á við jökulfljót, sofandi mann stígur hann yfir sem væri hann steindauður. Benedikt hrökk upp af óværum blundi. Lá allt í einu glaðvakandi í tunglskinsbjartri baðstofu. Þetta var þá að næturlagi. Hann var afþreyttur, útsofinn, hann fann ekki betur. Og allt í einu hafði hann enga eirð í sér, vatt sér fram úr rúminu, vakti unglingspilt í nálægu bóli með því að ýta ofurlítið við öxlina á honum. Þeir sátu þarna hvor andspænis öðrum og klæddu sig eins hljóðlega og þeim var unnt, læddust á sokkalistunum ofan baðstofuþrepin, enga aðra mátti vekja. Unglingurinn vildi hella upp á könnuna, en Benedikt bað hann láta það ógert. Bíddu með að fá þér sopa þangað til þú kemur heim aftur. Þetta verður engin stund. Við skulum hafa hraðan á. Þeir voru þó komnir út á hlað, en hvísluðust á líkt og samsærismenn. Benedikt hafði enga ró í sínum beinum. Lít á, það er ferð á mánagamla þessa stundina og ég hef hug á að reyna hvorum okkar miður betur örlítinn spöl. Fyrir dögun ætti ég að geta verið komin hálfa leiðina að hinu sæluhúsinu og náð þangað fyrir kvöldið. Pilturinn nuttaði stírurnar úr augum sér, fékk ekki áttað sig á hvaða sæluhús hann ætti við. Það er engin von að þú skiljir mig, ég á við hóluna mína þarna inni á öræfunum, upplýsti Benedikt. Troðinn heipoki stóð rétt innan við skemmuhurðina, unglingurinn snaraði honum á öxl sér.
Hefðu hjónin verið vakandi myndu þau hafa séð Benedikt fyrir nestisauka en nú var það að slakast. Í öðru eins tunglsljósi var næstum því hægt að lifa á loftinu einu saman. Honum ætti að vera borgið. Stormur, snjór og heiði há, herðir kálfa og mýkirt há. Þeir stigu á skíðin, brunuðu í tunglsljósinu eftir ísgráu landinu. Allar stefnur svo langt upp til fjalla vita inneftir að óþekktu marki sem kjarninn, víkur en helst þó kyrr og hið endanlega. Áður var þeir tók að halla undan fæti niður að árfarveginum. Þeir miðaði hratt. Leó þaut fram með eins og örskot gjammandi ánægju. Litlu síðar voru þeir komnir yfir ána. Benedikt aðstoðaði við að draga bátinn upp með bakkanum, tók heipokann á herðar sér, ýtti kænunni af stað. Kæru þakkir, vegnið þér vel yfirum og berðu kveðju heim. Þannig rak bátskelina niður eftir fljótinu í grálýsi og mánabliki, en skásneyti þó nægilega til að lenda á réttum stað. Benedikt var aftur einn á heimaslóðum. Þetta voru á sína vísu heimaslóðir hans. Hann kleif brattan, opnaði sæluhúshurðina, heilsaði upp á eitil. Og þarna í næturkyrrðinni og einverunni undir skörðum mána hvarflaði aftur á honum aðkenning af aðventu, leifar af hljómum, endurminningar sólskin og heiilm, vonum sumarland, eða hvað það nú var. Ef til vill aðeins eins konar innri kyrrð og friður. Eitill tók á móti félögum sínum með ánægjulegu kumri, stóð á fætur, hristi sig og var ferðbúinn. Hann þrýsti sér upp að Benedikt sem hugði að hvernig honum hefði vegnað, gerðist enda svo lítillátur að nasa á móti þegar Leó rétti fram trínið og Leó dinglaði skottinu í ákafa, hafði hlottnast óvenjulegur heiður, kunni sér ekki læti, reis upp á afturfæturna og lagði framlappirnar á bakið á eitli sem danglaði í hann með öðru horninu, í allri vinsemd mikil ósköp, en aðvörun eigi að síður. Leó lét það ekki á sig fá. Benedikt var harðánægður með eitil og alla hans framistöðu. Hann hafði kroppað úr heipokanum af skynsemi og hófstillingu. Nú fékk hann morgungjöfina, rækilega hrista töðutuggu í vendilega sópaða jötu. Að svo búnu var vatnsfatan skoluð og fyllt óstöðnu vatni úr lindinni. Síðan tóku þeir til morgunverð, ró og spekt allir þrír, því nú nálgaðist stundin. Þegar Benedikt hafði slökkt á eldstónni með vatni úr fötunni, svipast og séð að allt í kofanum var í röð og reglu, hver hlutur á sínum stað, lokaði hann hurðinni, batt á sig skíðin í makindum, brá heipokanum á herðar sér, hann seig í heldur en ekki. Snærinu hafði hann komið fyrir hornin á eitli, fært hann í hempuna og hélt nú á stað inneftir í tunglsljósinu með sauðin í taumi og seppa ýmist á hælum sér eða í fararbroti. Frostið var napurt, en í þessu blæja logni settist kuldinn eins og svalur eimur utan á hörundið, beit sig ekki til baga inn úr því. Þrenningin fór sér að engu ótt. Far með gætni, far með ró, flýtir hægt en örugt þó. Það svo þægilegt að ganga í tunglsljósi milli snefgaðra fjalla. Benedikt var litið til lofts. Stjörnuhjólið efra hafði færst fjórðung úr snúningi frá því hann stakk höfðinu út bæjardyrnar á jökli. Slíkur asi á tímanum, hvort heldur maður fylgist með honum eða ekki. Á hinn bóginn ánægjulegt að vera í för með reikistjörnum, halda sínu striki á sama hátt og þær. Það við slíka göngu eitthvað gæfulegt. Fannþakin fjöllin sýndust lág og viðkomu góð í tunglsljósinu. Hér og þar blikuðu glitrandi rákir á blásvörtum svellum. Slíkt og þvílíkt ferðalag líkist á sína vísu kvæði með dýru rími og skáldlegum kenningum. Lék manni í blóði á við ljóð. Og líkt og kvæði lærðist það að heita mátti utanbókar og var því að fara hingað inn eftir árlega til að sannfærast að allt væri óbreytt. Og óbreytt var það, annarlegt og óhöndlanlegt og þó leið kunnuglegt og ómissandi. Og loksins færðist fullkomin ró yfir Benedikt. Ákveðin öryggiskennd í djúpum hugans náði útþenslu, varð altæk og óskeikur. Hérna gekk hann. Loksins gekk hann hér.
Hann var eins og maður kominn að drukknun sem rekur óvænt höfuðið upp úr vatninu og er borgið. Loftið streymdi að vitum hans sem uppsprettu lind, hann teygaði það alsæll. Þetta líf var hans, að vera hér einn á gangi. Og af því að það er þetta sem var orðið ævi takmark hans, getur hann nú mætt hverju einu sem að höndum ber og boðið það velkomið. Engar áhyggjur hrjá hann lengur. Jú, ein. Að hann skuli ekki fyllilega geta gert sér grein fyrir hver muni verða hér á ferli eftir hans dag. En að sjálfsögðu kemur hér sem ella maður í manns stað. Það gæti þó varla verið tilætlan skaparans að þegar hann, Benedikt, væri allur, eða látið skeika að sköpuðum aumingja skepplurnar sem ráfa hingað inn á öræfa slóðir og gangnamönnum sést yfir á haustin. Það gat það ómögulega verið. Því enda þótt kindur séu ekki nema kindur, þá eru það þó verur getar holdi og blóði, holdi, blóði og sál. Eða var eitill kannski sálarlaus skepna? Eða leó eða faxi? Var sakleysi þeirra og trúnaðar traust minna virði en hinn stópula trú mennskra manna? Benedikt hristi höfuðið. Hver sem eftirmaður hans kynni að verða, gat hann ekki óska á honum neins betra en slíkra förunauta. Sá sem á sér álíka félaga er ekki einstæðingur í henni veröld. Sumir eiga sér annað og meira, eða svo er álitið. En hver á sér annað betra? Það væri meira vanþakklætið að láta sér sýnast að hlutskipti manns í lífinu hefði geta orðið ríkulegra. Svo vanþakklátur og vitgrannur var Benedikt ekki. Engar skepnur skaparans á jarðríki báru af vinunum hans þremur. Og samband manns og dýrs var á sérstakan hátt heilagt og órjúfanlegt. Einn góðan veðurdag verður ekki hjá því komist að taka ákvörðunina, kúlu í þennan, hníf í hinn. Það er gjaldið. Í því er ábyrgðin fólkin. Skyldan til að taka sér vald ekki aðeins yfir lífi þeirra en einnig dauða, eftir því sem vit og samviska býður. Tilveran var nú einu sinni svona. Það var sárt. Sá einn sem reynt hefur getur gert sér í hugalund hversu sárt það er. Á vissan hátt eru allar skepnur fórnardýr. En var ekki allt líf fórn, væri því réttilega lifað? Er það ekki það sem er gátan? Að grómagnið kemur innanfrá er sjálfsafneitun og að allt það líf sem er ekki fórn er rangsleitið og endar í eyðingu. Látum það eiga sig. Það var hvort þeir óskiljanlegt. Hitt var víst að hérna voru þeir þrír á ferðum nótt í tungsljósi inni á milli þögulla reginfjalla og áttu markmið framundan og þekktu það allir þrír. Lítilmótlegt markmið að vísu en markmið eigi að síður. Stjörnurnar bliknuðu er birti af degi og að samaskapi brúnir fjallana slæfðust, máðust í morgunskímunni. Eins konar endurlausn og leið vægðarleysi eru samfara hverri afturheldingu og með deginum vakna vindarnir. Fyrst sinn voru það varla annað en ofurhóglátar blæstrókur úr ýmsum áttum sem eins og í móki vöktu vitund af lífi í lausamjöllinni. En ekki leið og löngu áður en því kára fólki virtist verða ljóst hverja stefnu væri hentast að taka eins og á stóð og fór að renna sér á sleða upp og ofan brekkurnar, færa til skaflana. Leið hurfu síðustu útmörkin, ekkert varð með góðu móti aðgreint öllu lengur. Varla hvar snægrátt land og snægrár himinn mættust. Skýin sem kúrt höfðu út yfir sjónbaug drógu á loftu. Að lokum varð af hinum fölnandi bláma næturinnar aðeins greindur lítill blettur beint yfir höfðum hans. Eigi að síður kom það á óvart líkast skyndi árás þegar ný og auðfinnanlega afþreytt stórhríð tók allt í einu að geisa Benedikt og félaga hans, gleypti þá svo gersamlega að enda þóttir sigluðust áfram, næstum eins og ekkert hefði í skorist, vissu þeir þó varla af sjálfum sér, hvað þá hver af öðrum, en þeir héldu hópinn, veittu trillingnum í gnauðandi storminum og bandvittlausum hríðarbylnum viðnám. Snjókoman var með þeim ólíkindum að það varð varla skilið hvernig stormurinn réð við að feykja kafaldinu og undan sér, þar ætla mætti að það fyrir löngu hefði verið búið að kæfa hann.
Fyrir mann á ferli var erfitt að draga andann. Benedikt gleypti í sig lítið eitt af lofti öðru hverju þegar því var við komið, hélt fast snærið sem var á hinum endanum bundið hornin á eitli, einhvers staðar úti í glórulausri mjallarriðunni og braust áfram af bestu getu. Leó varð að sjá sig og varð ekki skotaskuld úr því. Þarna gekk sem sagt trenningin fet fyrir fet og riðuðu sitt á hvað undir hinum æðisgengnu stormkviðum. Ég held frá endalaust áfram, ég veit ekki neitt hvað ég á að gera. Ójá, þeir ösluðu þarna áfram í hríðinni, annað var ekki að gera. Á meðan leið dagurinn, þessi dagur sem var ekki lengur sýnilegur, aðeins örlaði fyrir eins og ofurlítilli glætu í snækófinu. Benedikt hafði tekið stefnu á kofann sinn, hann svo kallaði, enda þótt að væri aðeins jarðhola með hlemmi yfir, ofurlítil grýta eins konar gröf. Hann gróf hana fyrir 27 árum nálægt miðju þess svæðis sem hann hafði ásett sér að kanna og hafði kosið til þess hólbarð sem lá ekki það áveðurs að veruleg hætta væri á að hlemmurinn, þyngdur með steinum, fyki út í boskan, en á hinn bóginn nógu hátt til að loku var fyrir skotið að vatni rynni ofan í hana. Benedikt þóttist vissum að hafa haldið stefnunni svona hér bil og eiga skammt eftir ófarið að grýtunni sinni. Nú var hann bara að vona að storminn lægði með kvöldinu úr því hann hafði skollið á í dögun og það þá rofaði ofurlítið til. Hvernig ætti hann annars að finna holuna sína? En stormurinn var ekki á því að væja, tók yfirleitt ekki mark á Benedikt óskum hans né kenndum. Mest að furða að honum skyldi endast andleng til að öskra heilan dag í lotu af slíkum krafti svona snemma vetrar, en sú varð raunin á. Birtunóran sem mjallarþyrlarnir móluðu á milli sín fölnaði æ meir, mólst í myrkur með daufa túnsglætu einhvers staðar að baki, mjallarmyrkur, rjúkandi rofalausa aldinu. Hamförunum linnti ekki, gnýr og stunur sem væru jötnar að fangbráðum glumdu við, barátta ósýnilegra regin afla, endalaus og af öllum áttum, æðisgengin öskrandi fimbulnótt. Maður sem úti á slíkri nóttu, óralangt frá alfara leiðum og öllum samverum, einfari sem á af engum nema sjálfum sér hjálpar að vænta í óbyggðum, mannsvöngum öræfum, þeim hinum sama hollara að vera á verði, halda huganum óskeldum, engin glufa má opnast þar sem öndum óveðursins, engin sprunga sem kvíði, hik eða tryllingur náttúrunnar geti seitlað inn. Líf og dauði lagt hvort á sína vogarskál, hvort vegur meira. Hér getur kjarkurinn einn bjargað, hinn óbugaði, óbugandi kjarkur. Maður afneitar hættunni og herðir sig, svo einfalt það. Svo einfalt fyrir menn eins og Benedikt, stormur, snjór og heiði há. Rekst hann þá ekki allt í einu í kófinu á steindröngul og rétt á eftir á annan. Nú fer skíðunum að verða hætt. Þau mega ógjarna brotna. Þá betra að hlífa þeim og kafa, annars gæti illa farið. Þegar Benedikt hafði losað sig við skíðin, tók hann dranginn til athugunar, þuklaði hann, fyrst með vettlinga á höndum sér, þá til fremri fullvissu berhentur. Einna líkast því sem maður þuklar skepnu sem til sölu. Stóð andartak og áttaði sig, nasaði uppi hvað væri norður og hvað suður. Sjáum til, steininn þann harna ætti hann að kannast við og áttina hafði hann haldið, það bara ekki öðru, en hann hafði borið framhjá og það var svo sem nógu bölvað. Þá var að snúa við og hitta á rétta stefnu. Það var nú það. Þeirri stefnu fylgdi hann stundarkorn, þá nam hann snögglega staðar, sveigði til hægri, sveigði til vinstri. Nú var allt undir því komið að vera heppinn. Annars gat maður orðið ringlaður á svona vakki til og frá, týnt áttunum og vilst. Allt í einu varð hann einhver svar þarna í náttmyrkrinu og hríðarbylnum, kenndi einhvers í iljunum, eða hvernig það nú var. Hallaði ekki agnarögn undan fæti,
stakri varúð steig hann nokkur auka skref, hnitmiðuð, pjakkaði stafnum í snjóinn, nú hér, þá þar. Í síðara skiptið var tómahljóð undir. Kofinn var fundinn, hann hafði ratað heim. Aftur kom rekublaðið að góðu gagni. Það var ekki lengi gert að losa hlemminn, lyfta honum, skríða ofan, með hundinn og sauðinn á hælum sér. Benedikt og Eitill runnu fremur en þeir fótuðu sig ofan moldarþrepin. Leo fagnaði hávaðanum sem af því hlaust með glöðu gelti, voff, voff. Það var meira en gott og blessað. Það var fádæma léttir af því að vita af loksins veðrinu utangátta, vera ekki lengur ofurseldur æslunum. Benedikt tyllti sér á heipokann, yfirkominn af þreytu. Myrkrið merlaði fyrir sjónum hans, varp öndinni fegin. Eitill lék líka ánægju sína í ljós með hólátu jarmi. En þegar svo sauðurinn tók að hrista sig, svo að einnig var bylur inni í kofanum, var Leo nóbulur og dró ekki dul á það. Gerði hann síðan sjálfur slíkt hið sama. En hérna var það Benedikt sem ábyrgðin hvíldi á og bar ekki aðeins að sjá sér borgið, heldur einnig félögum sínum og förunautum. Hann krakaði kertistúf upp úr mal sínum, kveikti á honum. Það var rétt á mörkum að hann bar kennsl á þessar tvær verur stóðu þarna frammi fyrir honum í flöktandi bjarmanum frá kertistúfnum, snædrifnar og svo plökugar að ekkert nema augun, munnholurnar og hornin á eitli var þekkjanlegt. Benedikt tók þegar til við að losa föruneyti sitt við snjóinn og klakabrynjuna að svo miklu leyti sem það var unnt. Annars yrðu bæði sauður og seppin holdvotir óðara en hlýna tækju. Og morgundagurinn gæti orðið nógu erfiður þótt ekki væri lagt af stað með rakt og kulvíst hörund. Hempa Eitils hafði raunar hlíft honum þar sem helst þurfti. Að lokum dustaði og skóf Benedikt snjóinn af sjálfum sér, reytti klaka ströngla úr hári, skeggi og augnabrúnum. Þá kveikti hann á prímusnum. Það hægur vandi að athafna sig í óbyggðum þegar höfð eru meðfæris, eldfæri, suðutæki og önnur nýtísku þægindi. Hafi eldfærin vöknað stingur maður þeim í barm sér undir prjónaskyrtuna og þurrkar þau inni á sér. Það gömul og góð hjálp í viðlögum. Og nú þegar búið var að kveikja á prímusnum hallaði Benedikt hlemnum út í hamslaust moldviðrið og krækti sér í fáeina snjókögla. Meðan þeir voru að bráðna í skaftpottinum og hann bætti á við og við, var hann á sífelldum erli, dró hlemmin fyrir aftur, fyllti upp í verstu rifurnar, hana nú. Þá byrði hann Eitil upp að heyi að eta og snjó til að svala þorstanum, þangað til hann gæti boðið honum betri drauk. Þreif til malpokans, tók upp nesti sitt, setti ekki Leo hjá. Kjötið var frosið og jafnvel brauðið olli tannkuli, en hvað það? Bráðum gæti hann hellt upp á. Þeir skiptu freðna matnum milli sín eins og góðvinum bar, hann og Leo, skiptu bróðurlega. Benedikt þætti gaman að sjá framan í þann sem lifði við konunglegri kjör í höll sinni og meira öryggi í þrengingum veraldar og í ofanálag átti sér vonum að bjarga nokkrum klaufum frá hungurdauða næstu daga og inna þannig umhverfi sínu þjóðfélaginu og alverunni þjónustu af höndum. Því það vil ég láta þig vita, Leo minn, að sjálfur páfinn í Róm býr ekki betur og höfðinglegar en þú og ég, né hefur hreina samvisku, stakk hann að Seppa, sem dinglaði rófunni og trúði fúslega orði til orðs hverju því sem eigandi hans predikaði fyrir honum og það því fremur sem sérstakt hnossgæti fylgdi hverri kennisetningu. Og Benedikt, hann sat þarna eins og herramaður með kjötbita í hendi sér og skipti honum milli sín og Leós jafn ótt og eitthvað þiðnaði við ylinn frá prímusnum. Og af viðbiti var kapp nóg hálf smjörskaka. Leo skildi sannarlega ekki þurfa að bíta brauðið þurrt. Hérna sat maður þá eftir allt saman. Verra gat það verið og í dag var miðvikudagur, í annað sinn að vísu á þessu ferðalagi. Já, það var nú það. Með öðrum orðum, hann hafði verið rúmlega viku á leiðinni hingað, nákvæmlega 9 daga síðan hann lagði upp frá botni, svo að ekkert sé undan dregið, og ríflega 7 af þessum 9 dögum hafði hann fætt sig sjálfur. Enda sá það á nestinu, þess var ekki að dyljast. Og Benedikt, hann sat þarna eins og herramaður með kjötbita í hendi sér og skipti honum milli sín og Leós jafn ótt og eitthvað þiðnaði við ylinn frá prímusnum. Og af viðbiti var kapp nóg hálf smjörskaka. Leo skildi sannarlega ekki þurfa að bíta brauðið þurrt. Hérna sat maður þá eftir allt saman. Verra gat það verið og í dag var miðvikudagur, í annað sinn að vísu á þessu ferðalagi. Já, það var nú það. Með öðrum orðum, hann hafði verið rúmlega viku á leiðinni hingað, nákvæmlega 9 daga síðan hann lagði upp frá botni, svo að ekkert sé undan dregið, og ríflega 7 af þessum 9 dögum hafði hann fætt sig sjálfur.
Nurlað og sparað hafði hann að fremsta megni, en samt voru ekki eftir nema 7 kjötbitar og þeir ekki ýkja stórir, og auk þess nokkur forði af brauði sem hefði vel mátt vera ríflegri. En hvað hafði drottni vorum ekki orðið úr 5 brauðum og 2 fiskum? 1000 hafði hann mettað með þeim matarforða. Með slíkar staðreyndir í minni var manni í hans sporum illsæmandi að örvænta, enda þurfti hann ekki að sjá nema sér og Leó fyrir mannamat. En hvað sem öllum kraftaverkum leið, hér yrði að halda spart á, forsjálfni hvergi bönnuð í boðorðum, 1 kjötbiti á dag segi og skrifa, meira fæst ekki í té látið. Það hafði auk þess sína kosti, engin hætta á að maður æti yfir sig og yrði þá væntanlega léttari á fæti. En hvað gekk að ljósinu? Hvers konar óstand var þetta á prímusnum? Hann dældi í hann lofti en það kom fyrir ekki. Hann vildi slökkva á sér hvað sem tautaði, var ófáanlegur til annars og vantaði þó ekki á hann olíuna. Hverskins galdra brögð og reimleikar voru nú þetta í gömlu holunni hans. Hafði einhver meinvættur smeygt sér inn og lagst á ljósið. Í samri svipan satt Benedikt í kolniða myrkri. Og ekki svo vel að það væri neitt eðlilegt myrkur, öðru nær. Man sveið í augun undan því, það tók fyrir kverkarmanni. Sýndi sig í að hafa fullan hug á að kæfa mann. Á hinn bóginn var það svo sem nógu vingjarnlegt, vildi fá mann til að sofna, bara halla sér og láta sér líða í brjóst. Og hvað átti hann eiginlega að gera við kaffi? Til hvers þurfti hann og meira ljósi að halda á þessu kvöldi? En skildu þetta nú vera ein saman vinahót. Benedikt reyndi að ráða fram úr því, reyndi að átta sig, nota vitglóruna. Það skildi þó ekki vera að óveðrið væri enn að ofsækja þá, hefði loks séð sér leik á borði til að ganga af þeim dauðum. Sennilega hafði það byrt fyrir hverja smugu, ætluninn að taka fyrir kverkar þeim, kæfa þá alla 3. En sem hann var lifandi. Benedikt staulaðist á fætur, tókst með herslum munum að rífa sig upp úr mókinu, reikaði þangað sem hlemmurinn var upp yfir, hratt honum frá. Þá voru draumórarnir þegar búnir að ná tökum á honum. Hann gerði sig í hugalund að sér myndi opnast háhvelft stjörnunótt, en það var þá bara bull sjóðandi blindhríðin. Nú gerði hún sig líklega til að fylla holuna í einni svipan. Hann dró hlemminn fyrir opið á ný, en nú gætti hann þess að hafa glöfu sem hvorki fenti innum né lokaðist. Og eins og vita mátti fengust bæði ljós og logi til að lifna við aftur, halda áfram iðju þeirri sem fyrr var frá horfið. Senn var kaffið tilbúið. Ilmurinn af því fyllti kofan, blessað kaffið. Benedikt sötraði það með þakklátsamri lotningu. Og hann hafði drukkið nægju sína og séð vatnanda eitli, slökkti hann á kertinu. Nóttin var komin og sjálfgefið að njóta hennar. Blóðið suðaði sig í værð í örþreyttum limum sem allt magn smám saman fjaraði úr. Svefninn nálgaðist hólátum þófaskrefum og hinn vitundalausa mann á náðararma sína. Þarna lá nú Benedikt í grýtunni sinni, gröfinni sinni. Ullar ábreiðunni hafði hann vafið utan sig, heipokan hafði hann undir höfði sér, lá við hliðina á eitli svaf á sína vísu og jórtraði í mestum agindum milli dúrana. Fast upp að þeim báðum hringaði Leó sig, kúrði þar kjökrandi af værð, vellíðan og eftirvæntingu verðskuldaða hvíld. Þarna lágu þeir, þessir 3, fáein fet undir yfirborði jarðar, harla ósélegir og urðu vart taldir í tölu lifenda. Eigi að síður liggur fyrir þeim að vakna til stórræða sem flestum öðrum myndu reynast ofvaxin, athafna sem þeir einir geta afrekað og eru fúsir á sig að leggja. Eru þeir kannski ekki eins lítilmótlegir og þeir sýnast? Eru þeir eftir vill ómissandi liðir í einhverju samhengi? Uppi yfir þeim halda reikinhettir líðandi stundar að vanda leiðar sinnar. Benedikt svaf eins og steinn í bólakafi botnlausrar nætur. Þá var hann allt í einu vaknaður, eldsnöggt svo sem honum var tamt, glaðvaknaður, útsofinn og afþreyttur.
Nú reið á að rífa sig upp úr voðinni og verðinni áður en þreytan sem vitanlega lá í launsætri næði tökum á honum á nýjan leik. Hann beið því ekki boðana, stökk á fætur, hratt upp dyrahlemnum, glaða tungsljós. Tungsljós, maður lifandi. Veröldin með öðrum orðum aftur komin í nokkurn veginn réttar skorður. Og sem betur fór hafði hann ekki sofið yfir sig, nema að vera skildi að hann hefði bætt á sig heilum sólarhring. Og þá var að taka því, far með gætni, far með ró. Hann hafði í gærkvöldi leyft agnarögn af kjötbitanum sínum. Þessari klípu skipti hann milli sín og Leós ásamt leyfilegum brauðskammti. Benedikt skolaði sínum hluta niður kverkarnar með kaffisopa. Eitill á í dag að fá að vera heima í holunni og hvíla lúin bein. Hann eðlilega mest eftir sig eftir hrakningarnar í gær og engin ástæða til að ónáða hann fyrir en vitað að brýn þörf sjá honum. Ef að vanda léti yrðið æra nóg fyrir hann að starfa áður en yfir lyki. Benedikt byrði hann upp að heyi, vatni og snjóköggli ef hann langaði að narta í, sá glufu við hliðina á hlemnum. Leó varð starsýnt á þær aðgerðir, undi þeim ekki sem best, leit hvað eftir annað í augu eiganda sínum, lyfti hikandi annarri framlöppinni, kvenkaði sig og gerði sig líklegan til að losa hlemmin. En Benedikt lét sér ekki segjast, klappaði honum á bakið til að róa hann og áttaði Seppi sig þá á að þeir höfðu ekki heldur nestið með, síðan gengu þeir saman út í túnskinsnóttina. Þarið veðrið var svona kyrrt og bjart yfir og þeir tímanlega á ferli, ákvað Benedikt að leita þegar í dag á þeim slóðum sem fjarstar voru, í daladrögum uppi við jökulröndina, 5 stunda ferð fram og aftur þegar best lét. Það kom varla fyrir að hann fyndi þar skepnu, en að halda heim aftur án þess að hafa verið þar kom vitanlega ekki til mála. Benedikt liðkaðist fljótt og smá herti gönguna, rogaðist upp eftir hæðum og hjöllum, rauk niður brekkur eins og vindhviða, stormur snjór og heiði há. En dagurinn varð ekki jafn happasæll og veðrið var gott. Benedikt fann ekki nokkra kind, ekki á lífi, en uppi við jökulröndina, í dalverpi heitamátti barma fullt af samfelldri fönn, rakst hann á holu, það var raunar Leó sem nasaði hana uppi, refsmogna holu sem lá niður að kindarhræi, fullseint á ferðinni. Þessi fundur fékk svo mjög á Benedikt að hann tók ekki gleði sína aftur það sem eftir var dagsins. Annað eins og þetta var ilsviti, afleitur fyrirboði, og það því verri sem þetta var eins konar minningarár, 27. skiptið og hann sjálfur tvisvarsinnum 27 ára. Því varð ekki á móti borið að þetta var merkisár, að minnstakosti fyrir hann. Og þá þurfti svona að fara, enda hafði óheppnin fylgt honum frá upphafi vega einmitt í þetta sinn. Hér efra var líka einhvern veginn öðruvísi en vant var, þótt veðrið væri gott og ferðin yrði að teljast viðunandi. Fjöllin umkringdu hann einkennilega þögul og fíld. Hvað hafði hann gert á hluta þeirra? Var það honum að kenna að hann hefði tafist? Eða skildi það vera út af þessari hvíld sem hann tók sér á jökli? Það yrði að álítast full mikil smámunasemi. Og hvað sem öðru leið hafði hann hreina samvisku, hafði flýtt sér eins mikið og hann mögulega gat, eins og atvikin höfðu þróast eitt af öðru. Svo ef fjöllin endilega vildu sýna honum úlfúð og fáleik þá þau það. Frá þeirri stundu virti hann þau ekki viðlits, skimaði hann í kringum sig, var það aðeins til að svipast eftir kindum. Og þar engar kindur sáust og ekki einu sinni sporaslóð, brunaði hann heimleiðis herptum vörum, sárgramur hinum afundnu hnjúkaröðum í áttina til kofan síns og eitils, til heimahugnaðarins í grýtunni sinni, gröfinni sinni. En þangað var komið og hann skriðinn ofan í jörðina með lok yfir sér, bragðaðist honum ekki blessaður maturinn. Og það var á mörkum að hann hefði lyst á kaffinu. Nóttina sem í hönd fór svaf hann lítið og slitrótt. Það engin leikur að lenda í ósátt við fornvini, missa að heita má síðasta athvarf sitt í einmannlegri veröld. Og sé nokkuð það til eitrað geti blóðið, þá það þetta.
að finna aðeins dauða þegar lifandi kinda leitað. Daginn eftir á föstudaginn var Árla risið og af stað farið með hund og sauð, þrenningin eins og hún lagði sig komin á kreik. Það var norðan næðingur, snjórinn straukst mjúklega upp og ofan hæðir og hjalla sem væri honum hugað það eitt að búa Benedikt hið ákjósanlegasta skíðafæri. Eða Kári brá á leik, þreytti hringdans af ærinni list kringum dranga og grettistök, faðmaði þá ljúflingslétt með úrsvölum yndisþokka. En æskilegt leitarveður var þetta síður en svo. Í slíku veðri hleypur féð í skjól og fennir yfir sporaslóðir á svipstundu. En Benedikt fékkst ekki það, leita skildi hann hversu hvefsinn og fráhverf sem veður og fjöll kynnu að sýna sig. Og þessi áhugi hans fékk sína umbun. Heppnin hafði brugðist honum í gær, sá sig hönd og leitaði hann uppi í skafrenningskofinu. Snemmdegis fann hann 2 kindur, að álinnum degi þá 3. og heimleiðinni rakst hann á 2 í viðbót, svo að nú voru þær 5. Þessi fjárleit í snækofinu var áþekkust því að varpa netum sínum í gruggugt vatn, en sem betur fór brást ekki veiðin með öllu. Því sé maður kunnugur sérkennum landslagsins og uppáhaldsstöðum öræfafjársins og hafi með sér hund sem mest í myndarpáfi, þá rata maður á fé, enda þótt vart sjáist fram úr augum. Og nú fór sveimir að verða vitglóra í vitleysunni, þetta miðaði í rétta átt, skapið skánaði. En það var ekki með sitjandi sældinni út tekið að hafa hemil á þessum fjallafálum. Benedikt, Eitill og Leó urðu að leggja sig alla fram. Samlokurnar voru óaðskiljanlegar hvor sig, en var illa við nokkurt samneyti við aðrar skepnur skaparans. Þegar minnst varði gönuðu þar af stað sín í hvora áttina, en þær náðust varð þeim ekki ekið úr sporunum, svo að reka varð á eftir þeim með hói og hundgá eða blátt áfram draga þær yfir skaflana. Það reyndi á þolrifin. En Eitill kafnaði ekki undir nafni og nú kom til hans kasta. Hann slóst í för með flökkukindunum, lét sem sér væri líkt og þeim það eitt hugað að flýja og fjarlægast hundinn og manninn, tók forystuna, auðvitað rétt átt. Stundum náði hann þeim saman öllum í einn hóp og setti þvílíkt fjör í þær að þær hlupu rakleitt á hæla honum. Benedikt og Leó þurftu ekki annað á sig að leggja en eftir megni strítast við að reka sporaslóðina. En minnst varði hlupu aftur duttlungar í fjallakindurnar, þær dreifðu sér og tvístruðust svo ekki varð hjá því komist að ná þeim saman á nýjan leik. Eða Eitill satt fastur í einhverjum skaflinum, ófær að losa sig af eigin ramleik og öll halarófan á eftir honum. Þá var Benedikt að tróða braut með Eitill í eftirdragi, meðan Leó gætti þess að ekki hrykki liður eða liðir af halanum. Fyrir kom að tosa varð öllum 6 yfir skaflana. Það hitaði manni í hamsi. Þannig leið sá dagur, síðan dagur af degi. Þennan umgetta dag kom ekki til mála að taka Eitill með sér heim í kofan. Hann varð að verða eftir til að hafa hemil á hópnum, finna snapir handa kindunum, kenna þeim að krafsa, halda sjálfsbjargar viðleitni þeirra vakandi svo að ekki kæmi í þær duttlungar og strókgirni næði ekki tökum á þeim. Leið svo sú vika á líkan hátt. Vikudaginn næsta var hópurinn staddur miðleiðis milli Grýtunnar og Sæluhússins og það einmannalegt var í holunni án Eitills, en hins vegar von á landpóstinum suður yfir í dag og líklegt að hann gisti hér megin ár, tók Benedikt það ráð að leita heldur þangað. Með því móti gæti hann komið boðum til byggða með fylgdarmanninum sem átti að fara norður aftur með hestana. Það væri leiðinlegt ef fólki heima væri farið að undrast hann. Þarna gekk hann því nú og gekk, út úr deginum og inn í nóttina, gekk og gekk. Þar kom að hann náði næturstaðnum. En hann hafði misreiknað sig. Í Sæluhúsinu voru að vísu hestarnir, annað ekki. Pósturinn hlyti að hafa verið sóttur yfir ána þegar kvöldið og fylgdarmaðurinn sem ætlaði norður aftur að hafa fylgst með honum. Hann myndi gista að Jökli og væntanlega koma aftur snemma í fyrramálið, eða minnstakosti einhvern tímann á morgun. Benedikt hafði í hyggju að bíða hans, taka sér hvíldardag, enda þótt hann bæri ekki með sér annað matarkyns en smá bita af freðnu kjöti í vasa sínum.
Einhverja hressingu hlaut byggðarmaðurinn að geta boðið upp á. Að morgni sunnudagsins gæti Benedikt haldið vestur yfir aftur. Það yrði 3. sunnudagur í aðventu. En þetta fór á aðra lund. Benedikt lét hvíldardaginn eiga sig. Löngu áður en tekið var að skíma á laugardagsmorguninn var hann á leið inn eftir aftur í leit að fundnum og ófundnum farandkindum. Eftir á að hyggja var ekki lifandi leið að bregðast eitlis og hattramlega. En áður en hann lagði af stað gaf hann pósthestunum vatn og hey, þá sæi fylgdarmaðurinn að hann hefði komið þar og gæti sagt að hann væri heill á húfi. Í grálýsinu snerist næðingurinn í nepju og áður varði var skollin á kafaldspilur. Það átti ekki úr að aka fyrir Benedikt, öræfa og vetrarveður í algleymingi, eilífur ósvikin hríðarofsi lukti eins og múrveggur hinn einmana göngumann. Í sífeldu varð hann að vaða í gegnum hauga, já háganga fóksnæ, en með einhverjum honum óskiljanlegum hætti tókst honum að bera kennsl á landslagið og halda áttinni, rataði á eitil ásamt hjörð hans allri og ótvístaðri og nú var haldið áfram norður á bóginn, beint í veðrið eða því sem næst í átt til byggða, ofurhægt, fót fyrir fót og varla það. Aftur varð hann að vaða fannir og tosa áfram kindunum dauðuppgefnum. Eitill einn fylgdi honum á sjálfstáðum. En líður að kvöldi. Barningurinn við kindabjálfana og þetta vittlausa veður í þann veginn að gera út af við Benedikt og nú tóku einnig garnirnar að gaula, hungrið að naga hann innanfrá. Það var orðið æði langt síðan hann hafði smakkað mat og það eftir stund að hafa lifað við þröngan kost. Hann hafði hálft í hvoru vonað að komast með féð í nánd við holuna sína fyrir kvöldið, en veður og færð þóðu lagst á eitt gegn honum. Hann varð að hætta við það, fela eitli kindurnar eina nóttina enn, paufast einn í áttina. Svo vanamáttugur getur mennskur maður orðið, svo lítt tjóir að spyrna á móti brotunum þegar við ofurefli að etja. 2 stunda göngu átti hann eftir heim í grítuna að því hann hugði og nú gekk hann og gekk. Taldi sig hafa gengið 2 stundir að minnstakosti. Þá bar svo við að engin kofi fyrirfannst, engin grýta, engin gröf að skríða í. Benedikt var gersamlega gáttaður, botnaði ekki neitt í neinum. Svo úthverf og rangsnúin getur jörðin reynst ráfandi manni að hún lokar sér gaggjart fyrir honum. Hann getur áttað við sjálfan sig hvað til bragð skuli taka. Og Benedikt varð ekki skotaskuld úr því. Það er hlutverk mannsins, ef til vill hið einasta, að finna ráð í óráði, gefast ekki upp, spyrna móti brotti dauðans sé því að skipta, þangað til hann smýgur í gegn og hæfir hjartað. Slíkt er hlutverk mennskra manna. En afsegi fæturnir frekari þjónustu, þá er sjálfgefið að taka því. Þar með er ekki sagt að maður gefist upp. Fæturnir þarfnast hvíldar, það er allt og sumt. Látum þá hvíla sig. Það var óþægilegt að tylla sig sem snöggvast. Stúrinn í skapið að vísu en óbugaður, stakk Benedikt staf sínum í skafl og lét hann hallast til norðurs, svo hann þekkti áttina þegar hann stendur upp aftur. Að því afreikuðu fleygði hann sér í lausa fönn á bakvið hólbarð og Leó hið sama, lá þar góða stund, lét sig snjóa í kaf, lét skefla vel yfir sig, reis á 4 fætur, hvolfdi þak yfir sig með bakinu, velti sér til og frá, þrýsti snjónum til hliðar. Þetta átti að verða hús, eins konar innivist. Síðan sátu þeir Leó þarna í snjóhúsinu sínu. Úti fyrir geisaði veröldin í algleymningsofsa. Fyrst í stað fannst Benedikt hlýtt þarna niðri í snjóbyrginu sínu. Leyfði sér jafnvel að láta sér líða í brjóst öðru hverju. En gagndrepa garmarnir tóku að þiðna, setti á honum hroll. Hvíldin var þó fyrir öllu. Án hvíldar gat hann ekki verið. Og hann laði sig fram að láta líða úr sér, mókti við og við, blundaði, en gætti þess að sofna ekki. Því sofni maður í fönn, hungraður og uppgefinn, eru allar líkur á að hann vakni ekki framar til þessa lífs. Þar kom að Benedikt hrökk upp og hristi af sér mókið
og var í sömu svipan ljóst að heppilegast myndi að láta ekki lengur fyrirberast á þennan hátt. Tóku þeir því að krafsa sig upp úr fönninni, hann og Leó, tróðu snjóinn niður í kringum sig 2 til 3 álna djúpan. En hvar var nú broddstafurinn? Hann sáust engin merki, snjórinn hafði gleypt hann. Það var freistandi að skríða ofan í hóluna aftur, fela sig í fönninni á nýjan leik. Því nú var enn hvassara en áður og frostið víst ein 30 stig giskaði hann á, í stað 20 undanfarna daga. Og hér var ekki til setunar boðið. Gæfist hann upp var ekki dagurinn í dag einn í húfi, heldur allir hans ókomnu dagar. Þá verði gengið fram á hann hér fönnina leysti, ef hann fyndist á nokkuð tíman. Ó nei, skjólið hans þarna niðri og flóttinn undan veðrinu myndi verða of dýru verði keypt. Eins og hér stóð á var björgunarvonin aðeins ein, sú að finna grýtuna sína, gröfina sína. Fyndi hann hana ekki, þá færi fyrir honum líkt og svo margri kindinni hér slóðir, árið eftir eða eitthvert annað ár, gengi einhver fram á blásinn beinin af henni, skinin og skafinn tárhrein af trefjum holdsins, þar sem hún hafði orðið til á Öræfasandinu. Að leita upp í eitil og hinar kindurnar, þess var í dag engin kostur. Válegur verkarhingur hans var þrengri en svo. Hér var það eitt að tefla að forða lífi sínu. Frostið nísti hann í gegnum votar flíkurnar, kófið var í þann veginn að kæfa hann, þar skeggið fraus saman fyrir vitum hans. Hann tók upp vasahnífinn, sargaði það af sér. Það var eina leiðin til að losa sig við klakaskelina. Hvernig þeir Leó og römbuðu á jarðhóluna gæti orðið torskýrt mál. Benedikt hafði aðeins óljósa hugmynd það, en það var það Leó sem allt í einu tók að krafsa á ólíklegum stað. Benedikt lagðist á 4 fætur, rótaði þangað til hann fann hlemminn, losaði hann og ofan komust þeir á endanum hólknir. Benedikt ætlaði að láta það verða sitt fyrsta verk að kveikja á tólgarkertinu og prímusnum, en vitanlega höfðu eldspýturnar vöknað, það kviknaði ekki á þeim. Eftir að hafa skipt ullartreyju, stakk hann stokknum inn á sig nakinn, smá dottaði þar sem hann var niður kominn, tannaði í sig ögn af freðnu kjöti með brauði og smjöri, en var of þurr í kverkunum, átti örðugt með að kyngja matnum, blundaði á ný biðvanur. Loks voru eldspýturnar orðnar þurrar. Benedikt kveikti á kertinu og senn fór að sjóða á prímusnum. Hvað kaffi það veit sá einn, þeir hefur sopið það í holu neðanjarðar í 30 stiga frosti upp á regin Öræfum með fjöll og fárviðri allt kringum sig. Og nú gat leitarmaðurinn meira að segja þurrkað garmana sína. Á meðan þeir Leó átu list sína og Benedikt inn á milli dreypti á kaffibollanum, kannaði hann birgðir sínar. Kjötið var senn á þrotum, engin ósköp á brauðinu, en drjúgt með smjör, fáeinir sykurmólar, en síðustu kaffilöggina var hann að sötra einmitt þessa stundina. Þannig var ástatt á bænum þeim, og á morgun mánudagur og hinn daginn aðfangadagskvöld. Frá meiru að segja Benedikt og 27. aðvendugöngu hans. Eitthvað smálegt kynni að mega til tína. Það sæmir vart að einnig sögumaður láti hann daga uppi þarna inni í hólunu sinni, svo yfirgefinn sem hann að þér virðist af guði og mönnum. Það þá fyrst til frásagnar að daginn eftir, sem var mánudagur, vaknaði hjá Benedikt sú von að svo miklum snjó kynni að hafa hlaðið í Jökulsá að takast mætti að renna sér yfir hana á skíðum og komast yfir að jökli, úr því að nú var komið þorlagskvöld. En þrátt fyrir hið dæmalausa niðurfall og nístingsfrostið reyndist áin bæði auð að ís og snjó. Þá verður líklega einnig að láta þess getið að leitarmaðurinn ætlaði, eftir að heimsóknin að jökli hafði brugðist, að halda beint til byggða og reyna að komast heim fyrir jólin, rakst hann á nokkra kindur sem engin leið var að láta eiga sig, að minnstakosti ekki fyrr en búið væri að koma þeim undir umsjá eitils. Og þegar það hafði tekist, voru kraftarnir þróttnir þann daginn, hann mátti þakka sínum sæla að vera þess megnugur að mjakast heim í jarðhóluna sína. Ennfremur verður varla hjá því komist að drepa á að aðfangadagur jóla fór í að þoka eitli og hjörðinni hans ofurlítið í áttina til byggða,
að Benedikt og Leó héldu jólin hátíðlega í grýtunni. Á jóladaginn var kyrrt veður, en hnausþykk skæða drífa tafði enn fyrir Benedikt með fjárreksturinn. Að kvöldið tók að hvessa og enn var gist í holunni eina nótt. Að annarri jólum leið á sama hátt og jóladagurinn, en að kvöldi þess dags guggnaði Benedikt á því að halda áfram síðasta spölinn með sama hætti, gamall, lúinn og bráð ónýtur, eins og hann kom orðum að því við sjálfan sig. Guggnaði á því, skildi féð eftir undir forsjá Eitils og sneri til byggða, gamall, lúinn, bráð ónýtur. Að álinu kvöldi kjagaði hann heim að botni og fékk þar slíkar viðtökur sem væri hann úr helju heimtur. En hann lét sér fátt finnast fagnaðarkveðjurnar, saknaði vinar í stað, spurði, hvar nafni minn? Það vissu menn fátt. Benedikt ungi hafði farið að heiman á þess að geta erindið. Það svo, ég ætlaði annars að biðja hann að skreppa með mér upp eftir núna bráðum þegar tunglið komið á loft, sagði Benedikt eldri. Ó nei, Benedikt yngri var ekki heima. En morgunin eftir fregnaðist það að botni að hann hefði safnað að sér fáeinum ungum mönnum og haldið inn á heiði. Fyrir kvöldið var hann kominn heim með kindahópinn og þeir höfðu gert eitli skó, bundið leðurhosur klaufinnar á honum sem hann hafði skorið til blóðs við að vaða ávallt fremstur og brjóta skaran. Það var minnisverð sjón að þeir mættust á túninu í botni, Benedikt gamli og Eitill hans ásamt Benedikt yngra. Þakkaði fyrir nafni minn, sagði Benedikt eldri. Það stóð í honum að segja öllu meira þá stundina. Þennan dag höfðu nokkri bændur úr nágrenninu sem voru farnir að óttast Benedikt eldra og höfðu ekki frétt hinn, mælt sér mótað botni í því skyni að halda á fjöll og huga að gamla manninum og að sjálfsögðu einnig heimapiltunum þegar þeir fréttu för þeirra. Öndvert þeim stóð Benedikt ungi ærið háleitur og ákveðinn til augnanna. Þökkum nafna síns ansaði hann að bragði, þakkir þeim þakkir ber. Þar með var þessari einstæðu aðvenduför lokið, þjónustan innt af höndum á fremsta megni og Benedikt eldri aftur í mannheimum stundarsakir.